5, 4, 3, 2, 1. Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Velkomin á fyrsta útsláttakvöld efri deildar í almenna bikarnum, season 2. Það eru við Giljagaur og Wifi. Og við verðum að horfa á Böðla á móti Atgerum. Og þetta verður alveg æsispennandi leikur. Og þessi lið munu berjast hvor komist í fyrsta annarsæti. Sem sagt á morgun. Þá verður úrslit. Og mér skilst að bæði liðin séu nokkurn veginn að gera sér ready fyrir þetta. Allt að gerast. En já, fáum við ekki síðan að sjá leik vikunnar highlight áður en við byrjum þetta? Jú. Hann verður sýndur fyrst. Yes. Og það er Silfur á móti Höfðingjum leikurinn. Já. Æsispennandi. Rosa spennandi. Misti reyndar á honum en ég heyrði eitt sem horfði á hann daginn, hann sagði mér að þetta var rosa leikur. Þetta var rosalegt sko. Misti á honum því miður. Já.
Já, svo þetta var leikur vikunar. Hörku, spennandi leikur þetta var, með það sem ég sá. Og mér skilst að bæði liðin séu ready. Svo við erum fara að henda í fyrsta map sem mun vera Ilios. Ilios. Það verður búbfest í gangi. Jú, þess vegna er þetta ekki eitt af uppáhaldsmappunum mínum. Nei, þetta er svona, ég á mjög mikið svona love-hate relationship með þetta map. Já, algjörlega. Jæja. Það er meira að segja well, þannig að spurning hvort bæði liðin takk ekki Föru og Lucio og byrja Já. bara að búpa Roadhog og... Nei, heyrðu, hvað er þetta? Nei, við ætlum að fara... Já. Nei, við ætlum greinilega að skipta Já, um ok. map. Og við ætlum að fara að byrja þetta í Ruins. Jæja. Við Mér ætlum ekki betur að að byrja- Já, við ætlum ekki að byrja á well. Alright. Spurning hvort Snorlax kemur á Widow-inni hérna. Þetta er mjög gott Widow map. Jöp. Heyrðu, það er greinilegt að við En að viljum ekki byrja á Ruins, við ætlum að byrja á well. Já, ok. Já, það er bara þannig. Það, jæja. Þá býðum við bara ennþá lengur. Já. Það er peppið upp, ennþá meira. Já. Það er bara að byggja upp spennu. Já, heyrðu. Tekur þú ekki bara að böðla? Böðla ég vitlaus megin, það skiptir ekki máli, það skiptir engum máli hvor megin ég er. En sem sagt, í böðlum þá ætlar Steel að vera á Winston, El Maestro á Sarju, Snorlax ætlar að vera á Sim, Dordingull ætlar að vera á McCree, Fúþark ætlar að vera á Zenyatta og Númling ætlar að spila Unu. Og já, hjá Adgerum þá er Rungi á Roadhog, Avi á Sarju, Aron á McCree, Krissi á Symmetra, spurning hvort hann ætlaði ekki bara að típja. Jú, hann skiptir yfir í Föru, Natti er á Mercy og Snors á Unu. Ætlar að gefa þeim smá head start. Já. Það Hér er nokkuð mikið búp hjá Adgerum. Já, mér sýnist að böðlar ætla ekki að vinna með Nei, búbinn í ekki þessu alveg, mappi. ekki í dag. Jæja, þeir eru að fæta punkt. Og Rungi húkka Steel, gerir ekki mikið, en hann fellur samt af Avi. Avi tekur Dordingull síðan, en El Maestro tekur síðan Aron. það er ekki að koma, Snorlax er að tefja. Krissi fellur á El Maestro. Agerar ætla greinilega ekki að gefa þeim punktinn. Og hann að Steel hoppar inn, er anti-aður og er tekið sér Avi. Nanoður Hawk, slípaður en ekki lengi. Það var one, ok, þetta var útaknaður Kemur úr graf, Grönmel tekur út Maestro. Aron, síðan Avi. Já. Og mér skilst bara að böðlar ætla að taka fyrsta tikk. Það var okkur lengi að gerast. Nei, það var nú ekki lengi gert. Natti hoppar út af til að fá spawn. Já. Sem að Krissi býður eftir Mercyni sinni. War a gentleman. Það heldur betur. Það er eitthvað. Já. Þau ætla að reyna að vinna sig í kringum vindmýluna. Já. En hinn er ætla að taka hægrandi Snorlax fellur. Iron. Steel er nanoðar. Þetta er scary, sko. Krissi nær samt Fúþark. El Maestro snæði Snors. Þeir eru reynir alltaf, en er Steel tekur ekki 2. Númling tekur samt Krissa. huge pick. Steel er þetta yngri monkey á... Ætlaði að ná einhverjum búbum, gekk ekki. Púls frá orðum Snorlax. Það er ykkum.
Þannig að trans frá Fúþark. Það reynir að halda Snorra á lífi. Kemur ekki næra að húkka Elmaestro. Þetta var rosalegt. Það skelfilegt. Stíl fer yfir á ból. Það kemur Hænún. Og Dóttingul. Næst bara dífunni. Og Mekk. Snorrs nær samt flotti pikki á hann Snorlax. Og Aron nær Stortingull. Þannig að Atgerar ná þessu bara frekar þéttilega. Unnu vel saman. Núna þurfum við bara að bíða eftir Dóttingul. Hann seinastur út. Já. Ná, hvorkunni hvað Díl eitthvað að bólast og fljúa eitthvað reyna að trufla við eitthvað. Þegar hann hringinn. Já. En það voru rétti fyrir því. Rungi alltaf nær Kemur Hólhogg. Snorlax nær samt Afi. Þannig að þetta er jafn. Nei, Natti nær að ressa hann Afi og Krissi nær hann Stortingull líka. Stortingull fyrir Númling tekur Krissa. Það er greinlegt að Númling vill ekki að hafa þessa förun einstað. Nei, alls ekki. Sérum þetta bara sjálfur. Sjá, Elmaestro er fyrir að bak við Runga, nær honum. Já, tekur hann. Stíl heldur frá og þau ætla bara að halda þeim þarna. Já. Kemur Hænún frá Aron. Kemur síðan Graf út. Flott allt hjá honum Krissa. Nær hann, nær. Nær engum, en Já, nær samt að halda þeim eitthvað aðeins frá. Já. Snorlax nær 2. Afi notaði bara bomb til að fá Mekka sem fljótt aftur. Er að reyna að stála eins mikið hann getur. Rungi er líka mættur. Snorlax notaði flott pöls, tekur Afi. Rungi er bara alltaf andi að Runga. Böðlar ætlaði greinilega að eiga þetta mapp, það er bara þannig. Algjörlega. Þeir ná samt, Atgeir að ná að snerta. Sem hérna Stíl Elmaestro er eitthvað að reyna að kýtla hann Krissa. Það var alveg tíma til að ná tilbaka. Það voru rosa tæft. Það er vind og frá Fúþark, hvernig er þarna hótið. Elmaestro nær Natta. Númling nær Krissa, þannig að farman sín er farinn. Mæns frá Stíl, Rungi er líka komin yfir í ból. Ég voða lítið þessi Mæns. Og við sáum að Afi reyndi að búbba Elmaestro niður, en hann var með boosters. En þetta var ekki nógu gott fyrir Atgerum, svo Böðlar ná fyrsta point. Play of the game, Fúþark, play of the game. Nei, byrju. Þetta var nú bara eitt mapp. Já. Þetta er ekki alveg rétt stillt hérna. En það er samt hægt að laga Já. Quick play settings. Taka steina á þetta. Er ekki bara máli að taka einhvern tíma mót þar sem það eru ekki competitive settings, þetta er quick play settings. Það er bara eitt mapp fyrir hvert point. Já. Ég tók ekki svona eftir þessu. Nei, ég pældi ekki til. Ég get náttúrulega ekki sé settingin. Nei. Við resettum bara. Já, það er greinilegt að þau ætla að halda þessu í 0-0. Þetta var bara smá practice rounds. Já. En þetta getur samt verið svolítið í raun og veru dýrkeypt fyrir Böðla. Já. Náttúrulega ef þau ætla að runna það sama, þá eru Atgeirar náttúrulega bara að búast í. Og náttúrulega sama með Atgeirum að Böðla sé að búast bara við nákvæmlega þessu í þessu mappi. Nákvæmlega. En við ætlum ekki að byrja aftur á L. Við ætlum að fara í Ruins núna. Jæja. Þó það nú væri. Ég er að vona að sjá smá svona video actionuna. Nei, ok. Böðlar ætla að taka Stíl er á Winston, Elmaestro á Sirius, Snorlax ætlar að vera á Sim, Dóttingul á Ash, Fúþark á Zenyatta og Númling á Unu. Við sjáum í Atgeirum þá er komin yfir í Rainsarju
Aron á Tracer og Chris á McCree, Naddi á Lucio og Snorrs á Ba. Round one. Spurning hvort að Snorri skipti út, hendur bara út TP og skipti Já. út. Já, hann skipti fljótt yfir í Tracer. Bara nákvæmlega samúði að gera það. Koma með fyrir pointin þau samt mætast eiginlega bara á stundum tíma. Þótt allir sem Lucio. Stíl stekkur frá en fellur samt. Sæmín og Snorlax og Elmaestro eru komin bak við yfir punktinn. Þau ætla að reyna, Ager ætla að reyna að ná þeim upp á high groundinu. Nú, en gengur ekki alveg upp á þeim. Nei, Ná samt Dordingul út. já, hann fellir. Böðla ná samt punkt. Þannig að, þetta var flott. Rúkki Maestro, svo Ager. Sýnist Ager ætla bara að negla í, nei, Jæja, nei, þeir greina böðlar bara að taka í það. já, Auðveldlega tilbaka. Þótt að Agerar voru í raunum með yfirhundina. já. Sjáum hvað Agerar ætla að gera þessi núna. Það býtur að vera eitthvað sögalegt. Já, kemur eitthvað stratt, ég er að segja það. Já. Þetta var flott dynamite frá Dardingull. Stíl ætla að reyna að halda þeim við hotnið. Já, er ekki, hann er nanoður. Nanoður. Kemur samt field út. Hann er að hoppa frá chatterinu frá Rúkka. Þetta var rosa close. Flott puls frá Snorlax. Þetta er Angry Monkey. Hann er þarna alveg að lemja á. Hoppar síðan tilbaka. Elmaestro er þarna að reyna að flýja. Avi. En böðla náðar í grúpa. Já, Rúkki skiptir yfir í Roadhog. Spenntur að sjá einhver svona mad hooks Já, á kallinu. til já. Nægir hann Rúkka en gerir mjög lítið. Nau, er Stíl sólógræðaður. Já, við veit það. Kristín- Frá Dardingull, beint á punkt. Kristín Nanoar Hænúnar Snorlax. Bob á point samt. Elmaestro fyrir Avi. Dardingull nær bæði til Chris og Rúkka. Já, Ager er að taka pointið. Já. Hvað? Jæja, Stíl samt svolítið Stíl og Snorlax aðeins framalega. ég er þarna að kýta. En á Avi Nei, samt. Kemur trans frá Fóðark. Það er eins og hann hefur bara fundið á Kemur beat frá Nadda. Avi skiptir fyrir ball til þess að geta snert. Raki og Nanomonkey og Stíl. Avi er í baklæðinu og nær Fóðark. Það er Snorlax. Lemja Snorlax. Já. Já. Mér sýnist böðlar ætla bara að eigna sér fyrsta mat. Algjörlega. En í þetta skipti er þetta þykir gilt. Já. Score 1-0. Þannig við ætlum bara aftur í well, sýnist mér. Já. Herru, mér sýnist bara böðla vera að rauna það sama og þau gerðu áðan og vel. Nema Agerar eru með svona dive comp. Það er Rúkki á Winston, Avi á Dífu. Aron er á Sim, en ég held að þetta sé bara TP þatt. Já. Kristi er á Föru, Naddi er á Mercy og Snorrs er á Unu. Sagði minna. Já, Aron fyrir Já. yfir á Tracer. En hann náttúrulega en Agerar eru alveg bókamál að búast því að þau séu að pikka það sama. Já, En algjörlega. þeir sem sagt böðla sínir sem þau verið að gera. Þess vegna tóku þau upp dæfið til að reyna að berjast eitthvað mútur. Jep. Sjáum að Þau eru að svolítið að íta algjörlega pussja á. þeim buti. Já, Stíl sem tekur út Nadda. Það er bara Snorrs eftir að punktu að kappa. Já. Krissi þarf að bakka smá, en ég er ekki með Mercyna með sér.
Stíl sem komin yfir á ból. Það ætla að reyna að ná einhverjum pressa einhverja út af. Líka á tíu. Já, Rungi fellur skýst einhvers staðar lengst. Hún var Snorlax Stíl, og já, Stíl já. alltaf á backline'inni. Það er að bugga backlineið alveg rosalega mikið. Þeir þurfa að passa betur upp á backlineið sitt eða ætla að ná að gera eitthvað. Rungi ætlar samt að reyna að ná þeim, en hann fer alltof langt inn einn. Er ekki nóg mikið með sér til að followa þetta upp. Nei. Þetta er núna en er tekin á húðark. Samt aðgerðin náðu að stóla þessu alveg frekar lengi. Já. Böðlar samt ná að taka þetta þétt og örugglega. Já. Rungi nær samt rétt svo að sleppa. Sýnist að ætla að reyna að vinna einhverja high groundið. Já. Já, hún var eitthvað að... Kemur window út. En það gerir voða lítið þar sem atgerar ýta þeim í burtu. Krissi nær tveim, bæði Dortingull og Fúþark. Rungi tekur núngling. Já, Maestro 1 hérna. Erum með. Og það hann er er bygginir. Það er bara Stíl eftir að punkt. Við erum að stóla þetta. En hann nær ekki. Það er bara þannig. Hvað var Krissi Þetta var- mörgir þannig? Vá. Þetta var samt ógeðislega flott búp Já. á Maestro. Það beint út með. Já. Beint út í hólu. Getur ekki gert mikið við því. Nei, því miður. Já. Stíl ætlar að reyna að fara eitthvað bugga backlineið. Já, henn og aftur. Verður slípaður. Nú var hún gera á honum. Hann er púlsar sinna á honum. Þau eru byrjað að hugsa vel backlineið sitt. Veit hvað það hafa verið að gera vitlaust. Er það Nano eða Snorlax? Þá er hann að fara djúpt inn. Já, þarna er hann er á hafi. Síðan Kemur Hænún, nær næsta. Diva Bomb, nær Dortingull. En samt til Maestro Snorlax er að taka út. Já. Böðlar eru með svolítið mikla yfirhönduna. Bara afi eftir að punkt. Er samt komið með 96, 95%. 95%. Men Böðlar eru bara með helminginn, þannig að Andri að eiga ennþá séns. Þau þurfa að púla eitthvað svakalegt dæmi ef þau ætla að vilja fá pointið. Eru með Nano og Brash. Spurning hvort þau ætla að Nano og Barassi eða Nano Monkey. Já, spurning. Nano Barassi væri náttúrulega rosalega deadly. Já, yfir sýnist það sem þeir ætla að gera aðgerar. Þannig er Nano að föruna, þannig kemur Brash. Nær yngum samt. En Maestro étur þetta bara. Já, já. Hún sagt nær Krissa og afi nær El Maestro. Þetta er nokkuð, já. Snorlax sýnist nær að sleppa. Nær Ó. pöls á Aron og tekur út Natta. Þurfa eiginlega snerta punkt ef þið vilja... Yes. Æjæjæjæjæj. Ok. Þá taka bara Böðlars fyrsta mark. Bara 1-0 fyrir Böðlum. Já. Það er nú ekki gaman að sína eina, sko. Nei. Það er enginn að hugsa nógu vel point. Það Nei. var greinlegt að Snorlax var að halda fókusinu þeirra bara á sér allan tíma og var að gera það ógeðslega vel. Bara glemdu punktinu. Hún var bara að hugsa að drepa Snorlax. Þá er bara spurning hvað map atgerar ætlar að velja. Sem verður hybrid. Og Böðlar síðan fá að ráða
hvort þeir ætla að taka eða defenda. Já, þið Ég sé vilja þetta. defend. Það, já, mér líst alltaf betur á að velja defend. Já, þá hefur þú náttúrulega sko liðin sem velja yfirleitt defend fyrst, þau sem sagt geta síðan ráðið hvernig í raun og veru útkoman verður leið og þau að taka. Ef þau ná full hold og vita þau það að það bara, þau þurfi ekki mikið til, bara vera sjúklega aggressiv. Nákvæmlega. En við ætlum að fara að henda okkur í Hollywood. Sem finnst mér að vera með betri með honum. Já. Welcome to Hollywood. Alveg rosa spenntur að sjá hvað bæði liðin ætla að taka. Já. Ég var ekki hissað ef böðlar taka double bubble. Nei, heyrðu. Skilst að böðlar ætla að vinna með Orissu, Sigma, Ashe, Kree, Zenyatta og Baptiste. Já. Og Adgerar eru með Runga á Einstán, Avi á Serju, Aron á Kree, Krissa á Furu, Nadda Mercy og Snars á Unu. Double bubble hjá Adgerum, ekki hjá böðlum. Já, meikar betur sens. Já, betra að vera með double bubble í attack. Já, mínu mati. Hugsa ekki alveg út í það. Já, mér sýnist að Chris ætlar að vera bara að spila á Föru eiginlega bara í allt kvöld. Henni bara allan tíma. Við elskum gott Föru-moment. Já. En hann verður samt að passa sig alveg vel á því að þá er þetta svolítið mjög predictable hvað hann ætlar að gera. En hann fellur bara strax og Naddi eftir á. Jöp. Það böðlar að taka double hitscan. Og svo Aron dettur út. Þetta er bara fallið svo flugur. Nú bara tankan í raun og veru bara að bíða rólegir eftir þeim við tjókið. Þetta er rosalega erfitt tjók. Já, algjörlega. Ég samt nokkra leiðir sem getur farið af því. Já. Það samt nokkuð erfitt að komast í gegnum fyrsta... Já. Já. Aron fellur. Þau þurfa í raun og veru sko að komast í gegn á sama tíma. En ef þau trykla í gegn, þá bara gengur það ekki upp fyrir þeim. Saman aftur þurfti að ressa Aron til þess að þau getu farið inn. Þau ætla að reyna eitthvað íta þeim niður á high ground sem gengur upp. Þau ætla að vinna svo á high groundið. Sýnist að Krissi ætlar að taka lengri hliðina. Það hætti síðan við. Krissi eru nanoðaður. En fellur, gengur ekki alveg. Naddi líka. Rungi fellur síðan. Þetta er bara... Það var að slátra þeim. Bókstaflega. Fúþark samt fellur en það er bara ekki nóg. Alls ekki nóg. Það eru styttist í 4 ult fyrir böðlum. Og Rungi skiptir yfir á Roadhog og Krissi á Tracer. Það ætlar að reyna að húka einhverja niður af high groundinu. Sýnist að Snorri ætlar að fara yfir á Baptiste. Já. Kemur gluggi út. En kannski svolítið aðeins og neðarlega hefði mátt vera uppi. Fúþark húkað niður. Sælir. Kemur út Bob. Hænún. En tekur bara út Bob. Kemur síðan annað Hænún. Já, nær. Dóttingul tekur út Snors. Landi restra samt. Þau þurfa að fara að koma sér inn næstu mínúti eftir. Þau eru ekki alveg viss hvað þau ætla að gera. Aron ætlar að fara einn upp og taka móti sem er Kree. Taka móti Dóttingul. En hann nærði ekki. Og það kemur Flux.
og tekur út runga. Avi hann sleppur, en hann kemst ekki langt. Hann bara lætur Krissi er ennþá truflaði. Við vona að hann næra. Nei, Ó, hann nær bara þessu ekki. stakkar. Þau vildu bara ekkert hafa hann hana. Það er bara Nei, þannig. Dortingil sagði bara, nei, Ekki í dag. ekki í dag, vinur minn. Nei. Input Nei, pause. það er bara komum pása á þetta. Einhverjir tæknilega orðuleikar. Já, Eða ekki. eru reddi áttir, ok. Það, Það er greinilega bara einhver missklikk. já, En þau hafa bara Jú, rúmar það 15 er sekundur. hvað? Nei, á seinustu 15 sekundunum. Já, Hvað? sýnir leikurinn frosnaði hjá Krissa í smá, en sýnist að vera tilbúin núna. Já, þetta var bara 13 sekundur samt til Já, að komast á point. spurning, 10 seconds. ætla að pússa í gegnum sjókina. Erum með Natta á Lucy núna Já, og Aron á Reaper. Hæ nú, tekur út runga. Krissi fellur. Natta er þess að búa. Nei, mér sýnist bara að Já, þau Afi stendur þetta bara. Og Já. Natti er að reyna ennþá. Nei, Okkur. Snorri stendur bara fyrir. Það er Já. greinlegt að böðla bara að eiga þetta maður. Það er bara hannig. Bara full hold. Þau þurfa nú ekki mikið til þess að ná þessu mappi. Initiating match. Þau eru bara, hvað er það, eitt tikk? Jú, þau eru bara 1 tick Já. fyrir winnið sem miða við hvernig böðlar er að spila og hvernig þeir eru búin að vera að standa sig ætti að vera lítið mál. Ég hef samt mikla trú að atgerum, sko. Já. Þú voru bara að gefa böðlum smá sjens, sko. Já, akkurat, þeir voru að gefa þeim of mikið, þeir voru að lefa þeim að vera upp á hæggrándur of mikið, þeir voru bara, voru ekki nógu mikið að fókusa það að taka þeim niður. Já, heyrðu. Ég sé Torbjörn á atgerum, mér líst vel á þetta. Ætli Kristi kannski á Bastion eða? Þú er þarna fyrir ofan Attackers incoming. að taka lyftuna upp og vera þar fyrir ofan. Það væri eitthvað. Nei. Mér skilst að stíl allar að vera á rissu í attack sem ég svolítið, mér finnst það alltaf vera á rosa fyndið, taka á rissu í attack. Já, ég... Síðan, nei, þeir skipta, fara á taka dive, Snorri á föru, Dortingil á S, Fúþark á Önu og Númling á Sen. En nei, þau ætla að halda á rissunni og fara yfir á Hawk. Já. Heyrðu, Rúnki er á honum Rótag og Avi er á Orissu. Aron er á Torbjörn og Krissi er á Ash. Natti á Mercy og Snors á Baptiste. Já, ég sýnast að Snorlax ætlaði að fara yfir á Echo. Já. Taka El Maestro Nokkuð fljótt. auðvitað, en Runki samt fellur. Dortingul fellur. Stíl er samt 1. Já. Gengur ekki upp. Það er náttúrulega törrett annað í horninu. Já. Bara kýtla hann. Það er ekkert leiðilegra en gott törrettið. Törrutbót. Já, oh my god. Það er svo margir sem bara fara í, svo margir sem fara bara í panik leiðabröð Já. og geta törrett annað. Oh my god. Sem að Krissi En bara... það ætla að reyna að pusha þeim niður á high ground. Það ætla að fara... Það bara húkaður upp. Oh my god. Ílarinn er svona eftir. Hann er á punkt. Þannig að ægir þurfa að fara Bob niður. komin út. Bob. Snorra nær Krissa, hann mestur nær Snors. Já, Aron tókum er við líka. Aron. Kemur Hólhók út. En hann gerir ekki neitt. Kemur við Bob. Bob Ætli er nær Bob er- Avi.
Natti fellur út. Kemur Já, síðan bara Grömm. eftir. Já, þetta En er... hann fell líka. Nei, Nærstast. þetta er bara búið. Já, það Böðum ná. að taka þessu. Taka þetta. Það er 2-0. Það er greinilegt að böðlar ætla að ná sér í winnið til að komast í úrslit fyrir fyrsta eða annarsæti. Já. Þau náttúrulega unnu efri deildina seinast Já. og það er greinilegt að þau vilja halda titlinum. Algjörlega. Ekki að leifa neitt að stoppa sig þar. Jæja. Þá velja Atgerar aftur annað mapp. Það er greinilegt að enginn vill taka pissupásu. Sem er ofta svona milli svona 2 möpp og síðan er alltaf spurt hvort einhverju vilja fara á tólti en það vill það enginn. Nei, þau vilja bara taka þetta. En Atgerar þurfa að velja 2CP. En æðislegt. Uppáhaldi á öllum. Já, hvað er maður að segja þetta í mikilli kaldhæðni. Þeir velja Hanamura. Ég er komið mér svo leið á því mappum. Það er ógeðslega margir sem velja þetta. Algjörlega ég er ekki í Hanamura fanklubbinu, sko. Mér fannst það æðislegt fyrst. Já. Ógeðslega skemmtilegt mapp og eins og bara núna það vilja allir spila. Nákvæmlega. Ég er meira Anubis-skellar, sko. Já, ég er líka svolítið mikið fyrir Anubis upp á síkastið, sko. Það var ekki að mínum uppáhalds, en núna er það byrjað náttúrulega, þú veist, byrjað að spila að minna, þá er náttúrulega mikið skemmtilega að spila. Nákvæmlega. Samt, mér líkar mjög mikið við að svona svífa og horfa bara á mappið Hanamura. Fallegt mapp. Það er rosalega fallegt. Það er bara, þetta er með þeim fallegri möppum, sko. Algjörlega. Þykir voða vænt það, sko. Já, hvað ætla böðlar að gera? Stíl ætlar að taka Monkey, Maestro ætlar að taka Sarius, Snorlax á Tracer, Dordingull á McCree, Futhark á Sen og Númling á Unu. Já, ég kvíði smá fyrir aðgerðum mína. Það er hérna Bara þú og það, sko. Já, Ungi á Ræn, Avi á Orisi, Aron er á Bastion og Chris er á Sim, Natti er á Messi og Snors er á Baptiste. Já, mjög áhugaverð pikk að taka Bastion á Attack á fyrsta. Þú getur bara TP hann inn og hann bara dritar. Já, ef hann er duglegur að vinna sig á TP-num þá getur hann vera flakkandi á milli. Já, veit örugglega hvað þeir eru að gera. Það sé hann að skáta fyrir böðla. Það er TP. Beint upp á grán. Þetta er eitthvað allt annað, þetta er mjög áhugavert. Já. Sjáum fyrir hann bara dritar. Þau þurfa samt að færa sig yfir ef við ná einhverjum killum vegna þess að böðla bara færi sig beint á point. Já. Þannig sjáum Avi vera að skjóta hund. Það er tíka það fyrir aftan. Sjáum svo Snorlax er á runga. Það er svona smá feit. Natti næra ressa Krissa. Snorlax er að bugga þau aftan frá. Já. En ég er ekki að ná miklu út úr því. Nei. Hann verður raun og verið að ná hýlir honum fyrst ef hann vil fá að gera eitthvað gagn. Stíl samt fellur. Snorlax nær Baptiste. Já, Aron fellur síðan. Já. Eru samt. En böðlar eru samt að halda þessu. Hæ. Natti ressar samt. Það er interesting að þeir eru fellur samt. Já. Hefði þið kannski átt að bíða með ressið til betri tíma vegna þess að það er
30 sekúndna kontan. Já, þetta bara, þú verður að passa þér nákvæmlega hvernig þú ætlar að nota þetta. Algjörlega. Snorlæg. Nei, Snorlax. Það getur verið mjög ruglingslegt að hafa tvo svona Snorra í sikkur liðinu. Það er nano stíl en það þarf að bakka út af bastjónunum. Þannig að nano TP-a. Mikið. Og hænún og graf frá böðlum. Já, double shield samt. Já. Gerir mjög lítið gagn, en voru anti-neituð. Þetta var rosalegt anti-neit frá Númling. En bara leið og það anti-neiti lendi, þá bara gátu þið bara ekki gert neitt. Þetta var bara sláturinn, það er bara þannig. Já. Sko, ég er ekki svona byrjað að hætt að kolla út þegar fúþark nær 2 eða 3 að þetta er bara orðið alltaf að sem fúþark nær 2 eða 3. Þú típa bara beint á punkt. Svo. Kemur sem gluggi út. Já, og Angry Monkey. Hann ætlar að lemja þeim út af point. Það er þarna sjötti frá Núka, nær engum. Ég segi þetta var bara svona scare tactic, sko. Já. Það var eitthvað að reyna að koma þeim í opna skjöldu sem sýnist hafi kannski verið að virka hjá þeim. Já. Natti er samt ekki með þeim. Sem meina Stíl er að ból þess að koma testa. Já, þau þurfa að stoppa hann eða ætla að ná að halda þessu. Þau eru ekki með heals akkurat núna. Snorlax er nanoðaður og hann ætla greinilega bara að sjá þetta. En það er samt tekinn af þurrlösa. Stíl er þarna að reyna sér besta. Nei, flottur ressi, en fellur samt, en tankaninn á að halda sig en Afi fellur samt. Á bara rúti eftir 1 point. Já. Og mér sýnist bara það að hann kemur TP, þau þurfa bara að koma eins fljótt á, en Krissi hendur út törrettum en kastar þeim út í TP. Þannig að törrettum bara annað. Já, þetta var smá yikes. Stíl er á Runga. Já, Rungi bara fastur, kemst ekki neitt. Það er enginn í grafinu. Spurning hvort náðu þeir að snerta. Sýnist. Og Aron bara. Natti. Hann þarf að vinna sig í gegn. Nei. Hann fer í mæn. Það er snors. Böðlar takk í það. Já. Það er mjög svolítið. Ég ætla að trúa Natta. Já, þeir voru að hefðu geta tekið þetta, en ef það hefði ekki verið fyrir til dæmis þessi mines, þá hefði það verið ábyggilega að halda lengur. Mér finnst það bara persónulega sér, finnst mér óþolandi hvað þessi mine lifa lengi. Já, andjóks. Þú bara, þú heldur að þau séu bara farin. Nei. Það er hann ennþá. Þetta er líka sko sem Mercy mein, þú valkar eða eitthvað og það eru mines og allt í einu eru bara mines einhvers þar upp á byggingu. Þar sem það flýgur og þú deyrð og það er, manni líður svo illa. Það var svona, why? Why? Það er skelfilegt. En núna þurfa Agerar virkilega að halda þeim í skefjum. Þetta böðlar þau bara 1 tikk. Þá er ég bara búin að bara vinna þetta. Eða að Atgeir ná bara full holda og við förum í annað mapp. Já, þau þurfa að ná draw ef þau vilja eiga einhvern chance. Já, fá sem sagt ekki point. Skilstand að böðlar ætlar að vinna með Rissu, Ræn, Symmetru, McCree, Önu og Baptiste á takk. Og Atgeir ætlar að vinna með Dive á Defense, sem sagt Winston og Dífu, síðan McCree, Föru og Mercy og Önu. Já, heyrðu, þau þurfa alveg 2 tikk samt. 2,5? Já. Já, þau náðu alveg, Ageir náðu alveg rosa langt. Já. Krissi nær fúþar, Snorlax tekur Runga. Já, þetta er mjög skipti í gangi. Já.
sjáum hana að En böðlar eru samt alveg að halda þessu, eru að reyna að ná tikkum, en Maestro samt fellur, Natti ressar Avi, Aron tekur út núling og stíl já, og halda point. Það greinlegt að þau vilja halda þeim frá pointinu. Vilja ekki að böðla sig að vinna. jöp, Sýnist að Dordingull ætlar að fara yfir á Widow. Nei, hann hætti við. nei, Hann tekur mig kring. ég var svo pepp, sko. Einn daginn. Eitt daginn. En mér finnst mjög skrítið, var ekki Dordingull á mig krí? Hann náttúrulega missir mjög mikið ult charge. Já, gæti Hvað verið vantaði fyrir þessum að þeir skiptingum? voru bara að fattur tala að nætti að skipta, en síðan er bara, já, fengu einhver rök til þess að sleppa við það. Já. Böðlar er einhverju stressi með að, er ekki alveg veist hvað það ætlar að gera, en nýta TP-in, kemur Widow, nei, nært 5, en fellur samt, Ok, þeir eru, Dín, Nanoer og með drömm, ætla að taka út bongoið, já, Aron er þarna kemur Hænún, til þess gerir að, lítið, held sé bara til þess að reloada, til þess að virkilega ná honum stíl. Söminu farmasían er að koma tilbaka, þannig að Atgerinn náðu að halda frá þessu bussi. Böðlar náðu samt einu tikki. Það vantar bara 1,5 tikk fyrir win, Já, það er 1 minúta og 40 sekúndur eftir. það var alveg í raun nógu tíma, Já, Böðlar TP upp að punkt. Nei, ekki upp að punkt. upp á þaki í húsinu fyrir hliðina á, veit ekki alveg hvað maður kalla, bara high groundi bara. Já, þú þarka tekinn af fyrir það. Rosa auðvitað, þau andgerar eru að fókusa backlineið þeirra, Já, bara vita það að leið og backlineið er farið, þá bara geta böðlar gert ekki neitt. mjög. Þetta stíl er nokkuð hrikalegur þegar er solo, sko. Já, já. Það er náttúrulega nefn með back með sér. Sí, það var Nano að natta. Natti ætla greinlega að gera eitthvað að sér, en hann svo nær ekki miklu. Nei. Þetta, ég er að segja, þetta var svona scare tactic. Þetta var bara inserting dominance. Sjá minna Rúki hoppar að þá. Já, Rúngi er eitthvað að stoppa þau, Já, kemur upp veggur, það var rosalega veggur. þau eru svolítið að vinna frá honum, samt takk út Chris og Natta, Dordingull samt fellur, Er það annað típi? Rúngi rosa low, hann fellur, kemur Hænún, Þau verða að... Divabomb, Já, frá ná báðum að... ekki neinum. Mér sýnist að böðlar eru með þetta og Já. það er bara 3-0 fyrir böðlum. Það Það er er bara svo. rosalega tólt Já, frá Atgerinn. þau voru að standa sér rosa vel. Það var bara þetta seinasta push hjá þeim Já, sem bara gaf þeim winnið. En það er greinilegt að böðlar ætlar að keppa á morgun fyrir fyrsta sætið já, og svo Agerar þurfa þá að keppa á morgun líka fyrir annarkvort 3. eða 4. sæti. já. Æ, spennandi. En mér skilst að við ætlum að fara að henda okkur í Viðtöl. viðtöl. Haha. Elskum viðtöl. Alltaf gaman að heyra frá fólkinu og sjá hvernig þeim fannst þetta. Virkilega. Sýst Afi ætlar að koma að spjalla við okkur. Avi, Eða Afi. Hann ætlar að koma með Krissa. það koma 2. Þeir koma, vera saman. En skemmtilegt. Það mæta þeir. Góða kvöldið. Kvöldið. Hvað segið þið, strákar? Mér er bara svolítið slagið, sko.
Já, þetta var svolítið mikið, þeir tóku ykkur 3-0. Já. Þetta var nú ekki lengi gert heldur. Það var samt rosalegt hold hjá ykkur á síðasta fundinum á Hanamura. Já. Ég var mjög impressed. Já. Já, það er bara, við vorum byrjum að spila vel, byrjum að nota Nanofara sem virkaði mjög vel á móti þeim. Akkurat. Algjörlega, sko. Var það eitthvað sem þið geti hugsað ykkur það sem ég hefði geta bætt við ykkur sko í þessum leik? Já, þú veist það Mistök. já, hellingur af klaufumistök. Gerist. Já, gerist það bestu menn. Ég Maður horfir alltaf aftur bara eitthvað, af hverju ger ég þetta ekki? Akkurat. Já, það er þannig, sko. Já, Þið eru samt að fara að keppa á morgun Já. fyrir 3. eða 4. sæti. Hvort viljið þið meira? Bara alveg sama held ég á mín vegna, sko. Er það að tala um hvort þau vilja keppa til trölla sili? Já, þú veist, já, líka það sko. Hvort eru meira nei. til í hvort viljið meira að keppa múti? Alveg sama, sko. Alveg sama. bæði skeri liðum úti. Akkurat. Já. Eru þið með einhvern MVP í báðum liðum? Einhver liðinni sem voru að valda ykkur miklum vandræðum eða eitthvað? Já, Örugglega mín öðru stíl frá okkur eða Númi. Númi alltaf að slípa mig á förinni bara í sjokki, sko. Já, slípin eru ógeðslega pirrandi. Já, Lenti einmitt á miðvikudaginn á móti Draugum, þá var ég fekk ekki að vera í friði, sko. Það hafa bara sagt við mig frá hinu liðinu og ég ætti bara að vera sofandi. Það var ekki stótt um það. Þetta er ömurlegt. Sleeping on the job. Já, þetta er glata. Já. En já, það eru með eitthvað svona shoutouts eða eitthvað? Svona, Já, shoutout á coachin okkar. Hann Fannar. Inn á Discord Baraka Flaka Flame. hann er búinn að hjálpa okkur helling, sko. Góður coach, sko. Það er gott. Alltaf gott að hafa góðan coach með sér. Já. Já, Breytir öllu, það mínu að því. Já. Haldið hann að ég eftir að skamma ykkur á eftir. Örugglega, sko. Þau harðir á hot reviewni. Já. Það var bara svona do or die moment, sko. Já. Hann kemur sterkur með okkur inn í Dvodru og við reynum að taka 3. sætið á morgun. Já, Já, það er bara þannig. ég Við fyrir þetta. náttúrulega reynið eitthvað besta. Yes, sir. En þetta er bara svona, ég ætla að fá að spyrja ykkur eitt, svona að þetta er bara svona, ég ætla að reyna að spyrja eins marga og ég geta þessu, en eru þið búin að labba upp á gosinu? Nei, ekki ég. já, einu sinni. Já, og var það einhver upplifun að sjá hraun? Já, þetta var geggjað, sko. Bara eitthvað annað pakka þarna, en það er gaman, sko. Já, svolítið mikið af fólki að mínum mati, en það er bara mitt mat. Já. En af hverju hefur þú hins vegar ekki farið upp á gosinu? Bara, ég veit ekki. Ég hef ekki beint eitthvað áhuga að fara þarna, sko. Nei, Ekki það er bara- þannig sé, sko. það er alveg skiljalegt, sko. Heyrst þetta sem eftir eins og þú sagðir, heyrst þetta sé bara ógeðslega mikið af fólki, sko. Já, það er líka það, þú veist, bara svona, að mínum mati er þetta svo mikið að fólki er svo mikið að posta þessu á netið, bara svona, ég sá gósið, og maður bara svona, já, þú ert að drepa spenningin svolítið vel mikið, sko. Já, True. sé þetta alls Já. það, sko, þannig að það þarf eiginlega ekkert að fara svo umröðið, sko. Fólk sem er að taka vídeo á tónleikum og þú veist, postið á netið og bara svona, já, getur ekki bara verið og vera að njóta, í staðan Já. fyrir að sjá hvað ég var að gera. Já. Já, það er samanlega, sko. En, ég held að alveg ekkert sé neitt meira frá mér, en erst þú meira eitthvað að spyrja eitthvað á wifi? Nei, ekki. Ég ætlaði bara virkilega að hrósa ykkur fyrir holdið á síðasta fundinum á Hanamura. Það var mjög gott, sko, það hefði bara mátt vera aðeins vanta einhvað pínuðan upp á, annars hefði þið náðu þessu. Já, Það kom til ykkar, segir ykkur alveg frá því. það er svona þessi bóður. Þannig að þetta láta ykkur heyra það. Já. Þá held ég að sé bara komið gott í bili og sko ykkur bara góðs gengis á morgun.
Takk. Takk fyrir kastið. Herru, Já. ekki málið. Ekki bæjó. Jæjó. Jæja. Og við ætlum að fá þá Stíl og Snorlax. Já, góðan daginn. Og daginn. Já, kvöldið. Já. Hvað segið þið, drengir? Bara fínt, sko. Við erum chillin. Chillin. Hvernig eru þið? Þetta er Stíf. vinnir? Bara fínt, sko. Já. Ekkert eitthvað unexpected, þannig að... Kója. Við vorum hérna... Ógeðslega kokki maður. Við vorum samt að búast við meira eiginlega, en... Já, þeir voru mitt að segja að það voru fullt á svona klaufamistökum hjá sér, sko. En það er bara eins og gengur og gerist. Það gerist. True. Það get ekki allir átt góða daga. Það er bara þannig. Það er mjög satt. Satt. Þetta Sérstaklega Snorri. Það var samt alveg calling out hérna, bara láta hann heyra það. Það er low-key. Já, en þið tók þetta frekar auðveldlega. Það er svona mjög skemmtilega leikir að horfa á. Og sem leikir voru rosalega jafnir. En þið náttúrulega sem reigning champs, Yes, sir. þið ætli greinilega ekki að leyfa hinu liðunum að taka titilin af ykkur. Það er Ó, að banna að skemmta sér þegar það er mótið okkur, sko. Já, það er greinilegt. Já, við vorum eitthvað skemmt á okkur fyrsta matchin okkar og svo sleppti því. Já. Það var svo ekkert skemmtilegt. Snorri var smá í stjórnandi smá stund. Já, Það ég er var- gaman að gerast, sko. Já, en það flippað sko. Testa einhverju rules og eitthvað. Já, Já, banna að leika sér, bara að vinna. já. True. Úff. Þetta er útslátturinn, það er bara do or die, sko. Já, true. Það er spiritið. En eru þið með eitthvað svona, vilja þið kalla út eitthvað svona MVPs svona í hínu liðinu sem var að eitthvað svona valda ykkur svona mestu svona buggy? Já, svo með eitthvað stíl. Ég skal alveg segja að Rungi var alltaf semi-pirrandi þegar hann var að spila Hawk, en hætti því frekar fast, það er kinda disappointing. Já, En, já, ég tók eiginlega ekkert eftir neinum öðrum sérstaklega, sko. Jæja. Ég tók eiginlega ekki eftir neinu specialdir, en maður. þetta, eins og ég sagði hann, þetta var pínu svona, þetta var ekki atgera at its best. Nei, Ég- nei, það var það bara leit forma betra. svolítið þannig út, sko. Þetta var bara greinilega ekki þeirra dagur. Það Nei. er bara Það var líka Það gerist. stressið, sko. Það Já. er útslátturinn. High pressure. Já, rosa Já, mikið algjörlega. pressa. Maður læra þessu. Já, þeir þurfa náttúrulega að þeir eru að fara að keppa annarkvort á móti seljum, trölllega seljum á morgun Jó, fyrir þriðja, svo það náttúrulega þeir þurfa náttúrulega að standa sig, bara vera bara taka bara 100%. waterview á þetta og Já. kannski sleppa bestinn og finna út úr þessu. skilst að coachin þeirra ætla að láta að heyra já. En hverjum vonið þið að lenda á móti á morgun? Tröllum örgulega. Það væri... Já, það við þurfum. Við vorum að stúta selum fyrir viku eða eitthvað ekki. Ég veit hvað. Þú veist, ég held að það myndi Við ekkert þurfum eiginlega að klára það. Þetta, Já, klára tröll bara, þau eru ekki einu á Pride, sko. já, við erum svolítið down bad ennþá, en við erum að koma okkur upp. Já, Það ég er sweet victory. get ekki allir unnið alla í deildinni. Já, Við jú. Já, Við erum þekktir fyrir að taka alltaf svona eitt þró, seinasta Eitt síðan svona lítið þrá, bara að checka. Eitt lítið Alltaf. funny á móti atgerum á einu mappi og svo núna 3 funnies á móti tröllum. Við erum hættir að gera funnies, þannig að... Svona hættir ekki Já, fannig. já. Já, Þetta þið er ekki einum séns. No Já. mercy hérna. No mercy. ætla greinilega bara að taka þetta. Já, En ég ætla að fá að spyrja ykkur, ég ætla að spyrja alla þessu, en hafið þið labbað upp á gósinu? Nei, Nei, Nei. akkur ekki? nenni ég er í Nóri. Já, það er ekki afsökun. Engin Engin afsökun. Nei, ég er ennþá að beða eftir Óskar, sko. Hann ætlaði ekki að pikka mig upp í flugvélinu sinni, en Já,
Á flugvél. Já, hann er eitthvað að fljúga eitthvað skemmt sér hann Óskar. Já. Já. Hann er ennþá ekki kominn. Ok. Já, þú verður að Er fara hann tengdist á leiðinni eða eitthvað? Ég veit það ekki. Það er spurning. Heitum það einn dag. Greinlega bara ratar ekki til Noregs. Nei, það gerist líka. Já, það er Mikið bara, pressa. ég held að þetta sé bara beinleið austur, þetta er nú ekkert eitthvað, Það á ekki að vera flókið en. nei, bara Já. beinleið. Flóki fyrir Óskar, sko. Já. Þú með einhverjar spurningawifi fyrir drengina? Nei, ég held ekki. Það ekki eins og er. Nei? Já, það er bara að segja þetta gott. Já, Við ætlum að fá að shoutout einn Já. unofficial sponsorinn á okkur. Já, hann er fyrst sponsorinn. Number one Það er homie. Rottweiler. Búinn að Já. gista eitthvað já, 15 A.k.a. að Tási. 20 subs eða eitthvað. já, Keeping us afloat, sko. geggja. Takk fyrir, takk fyrir. Heldur Shoutout. ljósunum á hjá okkur. Mhm. Já. Já. Já, Já, ég, ég held já, að það er bara, það það er bara geggja sko, en hérna, ég bara óska ykkur til hamingju með enn og aftur með sigurinn og Takk, takk. hlakka til að fá að sjá á móti hverjum þið verða á morgun og Já. og náttúrulega hvernig þetta verður bara hjá okkur á morgun og bara óska Já. ykkur góð skengið með það. Já. Takk fyrir, takk fyrir. En já, ég held að þetta sé komið allavega gott frá mér allavega. Já. Alright. Já, Heyrðu, Já, takk. sjáumst á morgun. já, gangi ykkur vel. Við sjáumst. Thank you. See ya. Bye bye. En það var bara svona 3-0 fyrir Böðlum og hann það er samt leikur á eftir fyrir Já. þá sem ætla að halda áfram að horfa klukkan 20:30 Það var og æsispennandi. það verður selir á móti tröll og ég verð enn og aftur að kasta með ykkur og mér skilst að Guttix ætla kannski að joina mér, kemur bara í ljós. Ég því miður kemst ekki, ég var að Já. keppa sjálf. Já, hún þarf að taka leik. Já, sem sagt, hún, hvað var það ekki? Draugar? Jú. það er á móti draugum. Já. Svo ég bara óska þér bara góðs gengis með þann leik Æ, ég taka þessla. og Ég hann Dyr. já, þakka þér. Mhm. Og ég held að við bara sænum off Já. í bili. Bara takk fyrir áhorfið á þessu leik. Já, taka þessla Sjáumst. frá okkur. Já, bara sjáumst að eftir. Yes. Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Góða kvöldið, almenni bikarinn 2021. Þetta er seinni úrsláttaleikurinn í kvöld, þar sem tröll fara á móti selum. Selum, Já. seljum, Selum. selum. Jú. Selir og tröll mætast í kvöld og Íslensk, very gott. þetta er stór leikur það hvort þessara liða mætir Böðlum sem eru búin að tryggja sér sæti í úrslitaleiknum. Sem sagt við sæti fyrir fyrsta sætið. Þannig Svo að þetta verður sigurvegari spennandi leikur. leiksins í kvöld fyrir að berjast fyrsta sæti í efri deild almenna bikarsins. En Og- kastur er ykkar í kvöld, það er ég aftur, Gilja Gaur, og ég fæ með mér hér. Guttix, tankbróður hans úr Berserkjum. Og við ætlum að lýsa handi ykkur flottu leik og ljá okkar svo sem fallegu raddir í þetta. Bara okkar yndislegu íðurfögru raddir í þetta verkefni. Svo ég er náttúrulega rosa spenntur yfir sjá hvernig þetta fer, en við ætlum að byrja enn og aftur á Ilios. Og við vonum, fyrir þá sem voru að horfa á þann, að það er stillt á competitive en ekki quickplay. Já, og var eitthvað vesen með þetta aðan. Já, það var eitthvað skiptandi möpp hérna hægri vinstri og einn þeirra glemdi að breyta yfir í competitive rules, en hann skildi eftir í quickplay rules. Já, það gerðist þetta á einu sinni í fyrra, en þetta virðist vera allt með feldu eins og er. Og
Við erum að horfa á liðin gera sig til í að taka well og hérna rauða liðið eru sem sagt Selir og þar er CMD á Winston, Gálgafrestur er á Sariu, Papaya er á Ash, Mundi er á Symmetrunni, Egill Ari er á Lucio og Trölladráp á Önu. Og í tröllum er það Frankie Boxing á Ryan, Blitzed á Dífu, Gummi Coleman á Soldier, GKR er á McCree, Gilli er á Baptiste og Lil Sario er á Lucio. En þau eru bæði lið komin hérna upp að pointi og Egill Ari tekur GKR. Það var mjög hratt að gerast. Mjög fljótt. Þannig að við erum að tala að tröll eru nú þegar einu mann undir. En sýnist hann eru er að ekki taka lengi pláss að á koma. pointinu. Og Frankie, hann fellur Frankie Boxing, CMD tekur hann út á þessum Winston og hoppar síðan beint. Nei, heyrðu. Nei, hann hætti við. Honum er ítt niður í holuna, Blitzed, með dífunni. En Selir taka samt pointið. Já. Og eru byrjuð að safna prósentum. Er að taka einn út í einu. Tröll Já, eru tröll rauðir. meina ég, tröll eru rauðir. Við erum einhverju algjöru rugli, afsakið þetta. Afsakið þetta. Tröll eru búin að taka pointinn og eru komin í 12%, 13%. Myndi þetta væri skrifað hinsegin á hann, en það var greinilega ekki. En allavega kemur út Væsor, en það er bara slípað upp á hægrandinu hérna fyrir aftan pointið og Tröll bara halda í pointið og vinna tímfætið. Aumingja Gummi Coleman, hann rann einn eftir og er stakkaraður. Þeir að detta í 40% hérna hjá Tröllum. Á meðan Selir fara hérna að rappa vinstra megin. Ég finnst að GK eru komin yfir á Torb. Já, áhugavert. En Mundi tekur út Gumma. Vel pleysu pulsbomb. Og það kemur hérna út Reyður Abbi frá CMD. Hann ætla kannski, nei. Hann er pinnaður. Já, en gengur ekki upp. Þetta Torb pikkja á hann GKR er strax að borga sig. Blitzed fendur það. Kemur shatter en það gengur ekki alveg og síðan fá við graf í sig. Sem svar, en þau lifa þetta graf af í selum. Kemur Bob út. Bobin er komin á pointið hérna frá honum Papaya. Og tekur heilmikið pláss. Og þarna bara fellur afgangur á selum. Tröll eru að taka þetta. Þau vilja greinilega ekki gefa selum neitt pláss. Vilja eru bara mjög hungruð í win. Selir eru með 1 sjens og við sjáum Lil Sario fara hérna og Blitzed með honum, eru komnir á pointið. Papaya uncontested hann uppi. Sjáum hvað þeir ætla að gera í því. Og það kemur, já, bítið kemur út frá honum Agli. Og Nano Monkey hérna, CMD hoppar og gerir svakalega mikið cleave damage. En Gálgafrestur er fallinn. Kemur út Diva Bomb. Papaya fellur. GKR er að gera heilmikla vinnu hérna á þessum Reaper og Blitzed tekur hérna Diva Bombið. En Tröll eru að snúa þessu. Þetta er samt... Nei! Selir taka pointið. Ná þessu. Þetta var flott comeback hjá þeim. Mjög flott comeback hérna á síðustu sekundu og við sjáum Munda hérna forða sér á síðustu stundu frá honum CMD sem ætlaði bara að bomba sér í hann. En frá honum Frankie Boxing sem er komin á Winston líka. Síðan ætla Tröll, þeir þurfa greinilega, þeir þurfa bara að fá eitt team win, team kill. Eitt teamfight win og þá eru þau búin að taka pointið og taka Blitzed fellur Mundi líka. Þannig að það er 1 fyrir 1 en tankur fyrir DPS sko, þannig að Selir sitja nú að freka slæmu borðinu hérna en Frankie Boxing Frankie er með fræmar. Úttar. Hann er að henda öllum en það kemur graf út frá Gálgafresti eftir á. og Selir falla bara í rönnum sko.
Blitzett er ekki með bombu, þannig að hann þarf að halda sér í mekkanum, að halda sér á lífi. En hann er með Gilla með sér á Moirunni. Bíti kemur út frá Agli. En það gerir voða lítið. GKR fer á pointið, fellur strax. Frankie Bósing kemur strax eftir á, en... Er að reyna eitthvað og Lelsari á með honum. Lelsari og fellur á Frankie líka. Nanomonkey til að stoppa þetta. Það virðist bara vera að Tröll séu bara með þetta, en Selir eru samt ennþá að reyna, eru með hérna á pointinu en var ekki nóg. Tröll taka well. Tröll taka well. Ég var nú eiginlega pínulítið sár að sjá enga hana Roadhogs á well, en Nei, þetta var einmitt á það er kannski ekki mettað upp í öðrudildinni. Nei, það er bara líka þegar einmitt í leiknum áðan, þá var enginn að púlla enginn að taka með Hooks hérna. Nei, því miður, en það var hins vegar í öllum öðrum möppum, það var tekið með Hooks. Nema þessu, en mér fannst það vera svolítið... Það er mjög áhugavert. Mjög áhugavert. En mér sýnist Selir er að velja mjög svipað að gera það, nema bara Gilli fer á Baptiste. Nei, hann tekur Moiru, hann ætlar að halda Moirun. Nei, hann er farin aftur yfir Baptiste. Getur ekki ákveðið sig. En hérna, Tröll eru bara á því saman ef að Papaya er komin yfir á Widow. Það getum búist í bara svaka headshotum hérna. Já, ég var nær nú line of sight á eitthvað. Þeir eru að spila hérna mjög varlega Selirnir. Nei, hann nægir GKR. Þarna fekk hann line of sight og Frankie fer hérna inn en fær Antinate á sig og er fallinn. Fellur og Frankie. Þannig að það er meintak fyrir meintak. En Selir eru nú að taka meira pláss á pointinu. Þó að, nei, nú fellur Lelsario. Og Gilli og Blitzett og Tröll eru bara með þetta teamfight. Já, en greinilega ætla enginn að fara á pointið. Fara ekki á pointið. Jú. Loksins fer gálgafrestur þarna, snerti pointið. Þeir voru bara að taka Gumma Coleman, sko. Föttu það að vanta að fara á pointið. Það er svolítið, ef þú vilt vinna, þá þarftu að fara eiginlega bara á pointið. Já, þú þarft eiginlega dálítið að taka pointið, annars vinnur ekki leikinn. Nei, þá verður þetta í raun og veru bara frekar tilgangslust. Að vera bara að berjast og ekkert vera að taka point. Kemur Nanomonkey og Window. Það kemur Window á móti til þess að svara, en það er spurning hvort þið ná að gera eitthvað úr því. Þeir eru aldrei fyndið fættur og GKR er farinn. Hann er að taka Primala hérna í beinu framhaldi. Bara aðalega til að íta hinum í burtu. Já, við sáum að Frankie pinnaði hann í miðju nanóinu. Sjáum það að Papaya er fylgjast með eitthvað að koma. Papaya er að taka vinnuna hérna og er að taka út GKR. Kemur Vision frá Gumma Cole. Það er Visorinn frá Gumma. Og Selir eru... Fellur DMT. En Selir eru mjög harkalegir hérna og er að ná killum, en Mundi og Papaya eru að vinna vinnuna sína. Og Diva Bomb. Nær út gálgafrest. En Mundi og Papaya eru bara búin að ná nógu mörgum killum til þess að bara klára þetta og gálgafrestin tók náttúrulega út Blitzett þá hann fekk mekka sig tilbaka. Þeir eru svolítið að sjá þetta í þessu mappi. Þeir bara eru búin að taka stjórnina alfarið í þessum leik og Mundi er hérna rosalega harkalega í framlínni. Gummi er loksins komin yfir á Widow og ætlar að taka þetta 1v1 en Mundi segir bara nei. Nei, það bara kemur út sjátt en nær engum. Og Nanomonkey er komið aftur hérna hjá honum CMD og hann tekur Gilla og GKR og þetta teamfight er bara búið. Tröll eru bara búin að taka þetta. Já. Og það kemst enginn til að snerta fyrir Seli og Tröll taka fyrsta mappið. Já, það er bara þannig. Þau bara vilja ekki tapa, þau eru bara staðráðin í því að þau ætla að mæta böðlum fyrir fyrsta seti. Tröll eru náttúrulega búin að vinna böðla einu sinni í regular season. Þannig að þeir eru greinilega vissir það, þeir geta unnið á aftur. Við sjáum að Papaya að ná 3 headshotum, þetta er bara dink eftir dink eftir dink. Flott play hana.
og hérna Tröll eru sem sagt bara greinilega mjög vissir það að hérna þeir geti tekið dvalana og ráðið niðurlögum þeirra í úrslitaviðrunninni. Þeir gefa selum ekkert eftir. Það má segja það að selir þurfi að fá eitthvað gott að gerast hérna til þess að vinna þennan leik. Af því að Tröll eru mikla yfirbyrði núna. Passa vel upp á backline sitt, vegna þess að það yfirleitt fyrst að fara út, en mér sýnist það að selir þeir ætla að velja hybrid mappið King's Row og Tröll ákveða að byrja á defense. Já. Þannig að bláa liðið verður núna Tröll og rauða liðið selir. Við vorum bara hérna komnir eiginlega sko of langt inn í leikinn hérna í byrjun fyrsta mappi og byrjast afsökunar á því. Þetta var svolítið svona öðruvísi skipt upp að náðan, en það var bara ruglingur á okkur. Já. En það gerist. Það gerist. Mannleg mistök. Já, bara þetta gerist og það þýðir ekkert að vera eitthvað að væla neitt í því. Bara Þið áhorfendur erfið það ekki við okkur þó við ruglumst einu sinni og einu sinni. En við erum bara að fara inn í mappið. Þessi lið eru hungruð. Og það sýnir sig. Þau ætla að bomba sér í gegnum þennan leik. Og við sjáum hérna Tröll ætla að taka defense fyrst og eftir svona 10 sekúndur þá get ég sagt ykkur aðeins nánar frá því hvað þau virðast ætla að taka hérna defense. Já. CMD er sem sagt á Rhine og gálgafrestur á Dífu. Papaya komin yfir á McCree á meðan Mundi tekur Reaper. Egillari ætlar að taka sér Lucio hérna eins og áðan, en Trölladráp komin yfir á Baptiste. Já. Selir ekki önu hér. Og Selir sem sagt ætlar að vera með Frankie Boxing fer á Rhine, Blitzet tekur Sarju, Gummi Coleman fer á Symmetru, GKR, nei, hann fer yfir á Hansofrikar í staðinn, GKR fer á Bastion, Gilli á Baptiste og Lil Sario ætlar að spila Mercy. Við megum samt ekki gleyma því að það náttúrulega hérna whiteboard þarna inni í attack-respawninu. GKR komin yfir á föru. Já. Hann greinilega verið á Bastion bara til þess að snúa hérna töflunni. Já, þú veist, hún verður ekkert almennilega peppaður ef þú snýrir ekki þessari töflu, sko, ég segja. Þetta bara orðið hérna ritual hjá okkur, sko. En liðin eru mætt hérna. Og 2 field út. Fyrir aftan hótelið. Og field hjá selum fellur einna. Gera voða lítið, í raun og eiginlega bæði frekar tilgangslaus. Já. Það betra að nota field og þurfa það ekki, heldur en að þurfa það og geta ekki nota það. CMD og Frankie Boxing, Rhine fyrir Rhine, en Frankie Boxing er ressaður. Já, af því að Selir eru hérna að runna Mercy og ná ressinu. Selir eru bara að rótita inn á pointið og Tröll eiginlega komin sko öfugum megin. Já. Og kemur út window, en hann ger bara eiginlega ekki neitt fyrir þá. Það er bara allt og seitt window. Það gat enginn snert pointið og þau hefðu eiginlega viljað kannski geima þetta á window nema að Trölladráp sé að fara að skipta núna yfir á Unu sem að gæti nú alveg hugsast. Hérna á Street Space getur alveg verið gott að henda einum nanobústuðum Rhine inn í getur breytt rosa miklu, en hann ætlar að halda þessi við Baptiste. Hann heldur þessi við Baptiste. Og við sjáum hérna Tröll taka þetta aftarlegt position, þau eru að fara upp á hækanatið. Ætla greinlega að koma þeim að óvörðu að koma út gluggan. Þau eru komin upp í gluggan. Kemur Hæ Nún frá gerir ekki neitt. Munda, nei, Papaya, Shatt að hend út og það Graf Dragon sem að tekur út Trölladráp CMD og EM. Gummi Coleman nær flottu Dragon út. Inn í náttúrulega svakalega flott graf hjá Blitzet. Og Tröll voru einhvern veginn bara ekki með svörun þarna og Lil Sario! Hann tekur glokkið á Papaya hérna. Uss! Það bara vildi ekki með honum að fara.
Nú hengir Papaya haus í spáni á meðan hann kemur sér aftur til liðsins síns. En þau ná pointinu bara frekar örugglega. CMD fellur aftur fyrstur. Selir ætla ekki að gefa neitt eftir hérna. Þeir eru að krúsa hérna í gegnum 3. point með 5 mínútur rúmlega á klukkunni. Ef að tröll fara ekki að mæta þeim með einhverju hörku, þá eru Selir að fara að klára þetta vapp með ansi mikið af tíma í bankanum fyrir næsta round. Kemur út Dífabomb. Og nær tveimur, hann tekur Leltario og Bitset. Núna þurfa Selir að bakka. Gummi er fallinn. Papaya, já. Það er greinlegt að tröll eru bara komið nóg. En Mundi tekur þetta GKR, hann flúði þarna í rauninni óheppilega átt, þannig að hann hefði kannski frekar viljað flýja til liðsins og var þess vegna stakkaraður dálítið harkalega af Munda. Þau eru að bíða eftir þeim hérna inn í ganginum á meðan, og þau eru uppi. Franki heldur í, Sjatt er og þetta kemur út Hænún frá Munda. Það er ekki neinum, Sjatt er síðan beint út eftir á. Ætla að klára þetta. Já, þetta er bara... En þau þurfa að bakka, þau eru of nálægt spawn. Þau bara að bakka inn í spawn hjá Selum. Þau ætla ekki að gefa meira eftir en þetta. En þeir eru líka með nægan tíma. 4 mínútur og 10 sekúndur hérna, telja niður. Og þurfa í rauninni ekki nema 1 gott teamfight og svo annað win til þess að klára þetta mapp. Kemur Hænún frá GKR. Gerir ekki neitt, kemur Window, Sjatt er á móti. Stoppa basically bara windowið. Og tröll eru að falla, en Mundi er ennþá í backlineinu hjá Selum, við megum ekki gleyma því, og hann heldur í hérna Pulse Bomb. Það gæti orðið Selum mjög dýrkeypt að hafa ekki náð að taka Munda þarna í þessu tímafæti. Já. En við sjáum að hann hefur auga sitt á honum Gilla upp á hægrandinu, fer á hann, en Gummi fór beint upp og þarna kemur annar treki, tekur 2. En Mundi tekur Gumma út og GKR tekur Papaya. Mundi tekur Gilla og náði engu með pulsbombinu, en hann er búinn að gera nægan skada hérna á CMD kemur á ball til að stóla, bara spin it to win it. En fær Sjatt á sig. Aftur. Falla frá. Hann er pinnaður, CMD er tekin út á þessum ball. Gálgafrestur er hérna eiginlega einn eftir með Munda á bætinu og meðan Lucio. Falla bara allir einn af hvorum öðrum, eru byrjað að trykla rosa mikið. CMD kemur aftur. Nei. Og við sjáum Seli og þarna... Kemur Hænún. Já, Hænún kemur út frá... Gerir ekki neitt, en... Þetta er bara búið. Seli takið það með 2,5 mínútu eftir í bankanum. Og það má nú eiginlega segja að Tröll hafi unnið þarna pínulítinn sigur með því að halda þeim eins lengi og þeir náðu að halda þeim. Það er rosa erfitt. Mikinn tímabanka hjá Selum. Það er rosa erfitt, einmitt á þessu seinasta pointi, er það að vera að halda hérna í cirka 5 mínútur. Það er rosa erfitt. Svo maður tala nú ekki um það að fara yfir í overtime round. Það sem að þú kannski ert rétt búinn að merja það að klára mappið, þó ég ætli nú ekki að spána einu árangur trölla hérna í attack-roundinu sínu. En þú ert kannski með 1-2 mínútur og hitliðið með 4. Þá er rosa súrt ef að þú ert tekinn full hold og þarft síðan að halda í 4 mínútur á fyrsta pointi, annars ertu búinn að tappa mappinu. En við sjáum núna hvernig tröllum gengur á attack-roundinu sínu. Já, en mér sýnist þetta að Selur er ætla að taka Frankie Boxing Ryan, Blitzet á Dífu, Gummi Coleman á Ash, GKR á McCree, Gilli á Baptiste og Leltario og Lucio. Það er smá munur hérna á þessum liðum hvað þau eru að taka í defense, en attacking liðið hjá tröllum lítur þannig út að CMD er á Wrecking Ball, Gálgafrestur er á Dífunni, Papaya ætlar sér að taka Symmetry virðist vera og Mundi er á föru með eiginlara á Mercy með sér. Trölladra ber síðan á Sen. Við sjáum til hversu vel þetta gengur hjá þeim með svona tiltalega lítið healing. Papaya er komin yfir á Widow samt.
En spurning hvort að það sé bara fyrir initial picks eða hvort hann ætla að taka full on þetta... Nei, Mundi tekin af Gumma. CNT ætla að vera eitthvað sníki þarna. En Egillari nær honum aftur upp með resinu. Það ætla að reyna að púla hæggrandi en það er verið að elta þau alveg svo vakalega vel. Egillari var þarna með Frankie Foxin bara í bakinn á sér og ég skil eiginlega ekki hvernig hann komst úr. Mundi hérna tapar það Æ, það er komin á Egillari mjög við dauðans dyr. Hann er bara, já, trölladráp rétt nær að halda hann á lífi í gegnum þetta Dynamite. Og við sjáum Papaya hérna með eiginlega frekar slæmt position varðandi GKR fellur. Varðandi hérna hitscan Ash hjá honum Gumma. Frankie fellur. DND er að bugga supportana. En Papaya þarf eiginlega, er að reyna að koma sér í betra position þetta. Það er eitthvað diva 1v1 hérna uppi en síðan kemur Papaya og Egillari og eyðileggja það. Ætla að halda gangafrest á lífi. Nei, þetta eru Mundi er á förunni eða ekki? Jú, jók. Las það eins og hratt. Ég er bara svo spenntur. Já, ég er búinn að gera þetta nokkrum sinnum. Ég er mjög spenntur sjálfur. Já, ég er bara... Það kemur hérna Barrage út frá Munda og nær Frankie Foxin og hann lifir það með þess að af. Mér finnst það nú eiginlega merkilegast, sko. Tröll hendur út ult til að halda sínum á lífi frá Bob. Já. Tröll eru nú að taka yfirhöndina á pointinu með Papaya að taka Gilla. Sýnir að þau eiga pointið. Ná þessu með 4:30 eftir til þess að pússa. Þetta er ekki mikið skárri tími heldur en Selur náðu, en það tóku þeir fyrsta pointið með miklu öryggi. Það er við hefum eftir að sjá hversu vel þeim gengur hérna íta í gegnum Street Face á Kings Row, point B. En þar er mikið af aðgöngum að hérna payloadinu og hægrandi og það er nú voðalega lítið að gerast nema 1 og 1 1v1 hérna. Mundi og Egillari er eitthvað að bugga backlineið þeirra. Þeir eru að aðast í backlineinu og taka sína vinnu mjög alvarlega. Og meðan bara... Gummi Coleman fellur hérna, CMD bara pánsar á það þegar hann er með lítið líf eftir og smellir sér... Kemur úr Divabomb. Þetta er nú eitthvað skrítið Divabomb. Já, held hann aðalega gerði þetta til að fá Mekka sinna aftur tilbaka. Kemur annar Divabomb, Gálgafrest, kemur Divabomb, tekur Frankie. Og við sjáum GKR falla hérna á Lelsario. Mundi er á killing spree hérna. Hann er með 3 kill hérna, tekur Blitzet líka. Reyndar fekk Papaya hérna kreditið fyrir að taka Divu Mekkan. Þannig að þetta má segja að hafi verið mikil teymisvinna hjá þeim. Ætli þau ná að geta, já þau ná að stoppa í smástund en ná þau að halda pointinu frá. Kemur út spurning, þetta kemur Barrage, tekur út Gumma, en CMD er fallinn, Blitzet náði honum. Kemur út Shatter, nær ekki neinum. En nær engum, það er enginn þetta. Trölladrápur upp á hægrandinu og afgöngunarliðinu bara upp í lofti. Frankie fellur, GKR. GKR er fallinn á Frankie. Þau eru enda með Lelsario þarna og hann fellur á Blitzet. Og þau ná bara point B bara frekar örugglega. Tröllin eru komið með point B hérna, en þeir eru í tröllin bara með tæpar 4 mínútur eftir til þess að klára. Þannig að ef að þeir vilja vera með tímabanka í eitthvað í líkingu við það sem að Selir náðu áðan, þá þurfa þeir að íta af mikilli hörku og mega eiginlega ekki tapa neinu tímfætti hérna á point C. Kemur út Reki frá GKR, nær ekki neinum. Þeir eru þarna með glugga sem að... Og það kemur gluggi frá Selum. En það er voða lítið en þau eru bara að kaupa sér pláss, tröllin fela sér bara. En þetta er nú pláss og þetta er tími af klukkunni. Og við sjáum hérna Blitzet og Gálgafrest. Nún, Egillara. Nær Agli en Papaya tekur GKR og Trölladráp tekur Frankie. Mundi er búinn að taka Gumma. En Papaya fellur og Blitzet hendir út hérna Divubombu. Nær einum. Hann tekur Trölladráp.
og Diobama frá gálgafresti nær ekki neinu og hann pinnaður hérna. Já, Mundi nær tekur Franky. Við sjáum hvernig þetta gengur. Það Mundi að taka Lazario og það engin eftir nema Gummi Kolman hérna. Nei, GKR líka þarna. Þannig kemur Blitzett líka og Þetta var rosa close. Já. En eru með minni tíma. Þannig að núna þurfa þeir að klára mappið og það getur alltaf verið mjög erfitt að ná aftur momentum hérna á point C. Sérstaklega þeir út með GKR og Tracer í baklænina þeir. Nei, hann Mundi segja bara nei. Hann veit nákvæmlega hvað GKR að reyna. Hann var að gera þetta rétt á hann. Þau eru að íta þeim svolítið frá. GKR er fallið. Þannig að núna þurfa þeir ekkert að spá lengur í því sem Kemur út Shatter. Hann nær Munda með Shatterinu. Og annað Shatter á móti. CMD er fallinn og Franky Boxin líka. Papaya er hérna að taka þetta í sínar einu hendur og Mundi. Já, Mundi, hann klárar þetta bara. Herru, þetta eru tröll bara komin alla leið nema ekki byrju við. Franky er komin út á ból. Rétt svo. Þetta var svakalegt. Hann var hársprit frá því að vera bak við payloadið og ná að lifa þetta. En við sjáum núna að tröll eru með mínútum minna í tímabankanum. Eða 59 sekúndum minna. En mér sýnist það að vera bara mínútum munur. Það mínútum munur á sig hérna. Þannig að tröll fara beint í annað attack-round. Það er alltaf þannig að í overtime round þá tekur Falli sem á minni tíma eftir tekur fyrsta attack round í overtime í timebanka pushinu og CMD og tröll eru bara að runna mjög svipað composition, bara það sama þeir voru með á þann. Já, mér sýnist að Blitzett ætlar að taka dífuna á defense núna. Já. Það verður dífa hérna skiptið á defense. En annars er þetta mjög svipað. Já, þetta er mjög svipað sem þau ætla að runna. Þessi lið eru ekkert mikið að breyta því sem þau gera. Þeir eru bara, þú veist, þeir hafa fulla trú á þeirra compositioni. Þau ætla bara að runna það. Og bara að runna það. Sjáum hvort compositioni verður betra. Hafa náttúrulega bara 1,5. Ekki teleporterinn. En Papaya er komin beint aftur yfir á Widow af Symmetry. Hann er þarna bara í spáninu þeirra, en er að droppa núna, ætlar að færa sig nær til að sjá pointið. Tröll eru komin á pointið og snerta það hérna örlítið. Við erum eitthvað að kýtla þetta point. Já, þau þurfa að vinna teamfightin. Já, Selir er alltaf að reyna að búla hágrandi og Papaya fasta upp á þetta. tekur GKR út, en Mundi fellur. Sjáum hvort að Egilari ætli í þetta refs yfir höfuð. Sem að þýðir að það er komin 2 manna eins manns munur hérna. Trölladráp tekur Blitzett og það þýðir að tröll eru komin í alltaf yfirhöndina. Ef þeir fara að nýta sér það fljótlega þá komast Papaya tekur GKR. Það ekki aftur tilbaka. Lazario er eins og er komin. En CMD er hérna og Papaya tekur Gumma Kolman eftir að CMD er aðeins að pirra hann hérna. Tröll eru á pointinu, þeir eru komið tikk. Þeir eru að halda selum bara frá. Halda selum hérna inn í hótelinu og þannig að þau get ekki snert. Það eru 10 sekundur hérna og við erum komin í overtime. Kemur út gluggi, en það verður einhver að snerta. Það verður einhver að snerta pointið á tröllum, já, rétt svo. Þau eru með 2 tikk og þau eru að nálgast það að vera að koma með pointið. Og þeir ná pointinu. Þeir ná pointinu. Nú er spurningin með þetta composition hæðum að því að þau eru að runna hérna ball og dífu. Þetta er ekki composition til að vera á pointinu. Í raun og veru þar og á förunni hérna. Þetta er ekki í rauninni hetjur sem að vilja vera mikið á pointinu. Nei. En hérna Selir eru með lið sem að vill fara á pointið, taka allt plássið og bara berja á þeim. Við verðum að sjá hvernig tröll ætla að leysa þetta á.
Þau eru komin Mundi hérna, og Egillari ætla að reyna að halda tröllum, Já, þeir eru nei, komnir Silfum mjög frá. framarlega. En það allt kemur fyrir ekki. Selir eru komnir á pointið, en hann kemur hérna CMD með mindfieldið, en Kemur út endar Bob eiginlega og Selum. mestu leyti út á bara últ fest út allt. Gálgafrestur nær Franki, en GKR tekur CMD út. Bob hérna og Egillari og félagar þurfa að fela sig bara baka pointið, en Tröll Er að eru að taka út. taka þetta teamfight. Alla hægt Gilli og nær rólega. Papaya, en kemst ekki út með líf sitt, en það tekur myndan. Lelsario fór hérna að tefja í smá stund, en hefði kannski viljað bakka, því að það getur verið rosalega erfitt í overtime. Spawn tíminn verður lengri, því lengra sem líður á milli þess sem að þínir liðsfélagar deyja, því erfiðara verður fyrir þið að regrúpa, og þetta er að verða Selum mjög erfitt, en það eru Tröll komin inn á. Kemur nú chattir og Divabond beint þetta eftir á, nær 2 og Blitzer tekur CMD á Tröldadráp. Það er spurning hvort Egillari ætli í einhverja sinna, en Papaya og Mundi er að jafna leikinn, en Egillari er fallinn. Mundi er fallinn. Selir Það er ætla enginn á bara að eftir taka þetta þetta. nema gálgafrestur, sem Já, já. gefur þeim smá gálgafrest hérna. Ha, ha, CMD er ha. komin aftur. Ég þurfti. Já. En þau eru með stutt frá spawni, En svo það í raun og veru þurfa þeir að Þetta er orðið halda. stórhættulegt, báðir tankarnir hérna. Mjög góða heilsu hérna, og Mundi nær Franki boxing, það bara var ekki nóg. Það var góð tilraun, En en þeir eru komnir með 2 stig. Já. Þau eru búin að pússa alveg 7 metra og 33 centimetra inn á point C. já. Þetta er meira en hálft mappið. Svo í Og nú raun er og að sjá veru, hvað Selum tekst að þurfa- gera með sínar 2,5 mínútu. náttúrulega þeir hafa mínútu meiri tíma í sínum banka, svo í raun og veru ætti, ef þau ná fyrsta pointinu, þá þurfa þau ekki, í raun og veru ekkert að vera að stressa sig ómikið yfir því að komast yfir á point B. Nei, það er rétt. En þeir náttúrulega fá þá ekki þetta þetta advantage sem að Tröll fengu, þar sem að spawn tíminn hjá óvinnunum fer allur þvers og kruss þegar þú ert komin í overtime. Já. Þeir þurfa þá að bíða lengur eftir því, en við náttúrulega verðum að hafa það í huga að Selir tóku fyrsta point mjög bara með mjög samfærandi hætti áðan, og það er spurning hvort þeir geta endurleikið það. Já, mér sýnist CMD er að hérna á Winston. ætla að taka dive defense. Það verður tekið dive defense. Mér sýnist að Gummi Coleman og GKR er að breyta. Gummi Coleman fer á Hanzo og GKR fer á Þöru og Lelsario og Mercy. Annars halda þau mjög svipuðum attack-stíl og þeir eru búin að vera að nota. Já, þeir voru, bæði þessi lið eru búin að vera að taka hérna Föru á þessu mappi. Papaya nær hérna Gilla, og CMD er fallinn og gálgafrestur úr mekkanum sínum, en Mundi og Papaya er að taka svona vinnu, alvarlega. Lelsario nær Gilla aftur upp, en Mundi er fallinn. Egillari tekur CMD aftur til lífs, og það þýðir að Tröll eru manni færri. Point. Þau þurfa samt að halda sig í rauninu frá pointinu. Nei, CMD, hann bara fellur. Hann þurfti að bara í rauninu að koma sér í burtu til Selir eru nýlera. bara komnir með þetta point. Núna veldur þetta á því hversu vel Tröllum gengur að stoppa Seli hérna á Streetface, en GKR og Lelsario eru strax komnir hérna harkalega, hún er að pússa fram, ætla sér að setja eins mikið damage inn á Tröll og þeir geta komist upp með þessari Föru. Sjáum hérna. Tröll ætla að vinna með high groundið. Já, og þau eru að vinna hérna aldrei aftarlega, en CMD er nú að færa sig aðeins framar og Papaya hérna á Ashenni, en hann þarf að passa sig mjög vel af því að þeir vita á honum að það. Þeir ætla nú ekki að gefa honum meira pláss en Mundi þess að komin aftan
á CMD er komin í Brainfair baklæðið og hér fær CMD nanoið og kemur flott púlsbón frá Munda og þeir bara klára. Þetta er bara team kill, sínst mér. GK eru eini sem lifir þetta af. Já, GK lifið þetta af. Og merkilegt. Hann náði að koma sér í burtu. Sá að þetta hefði verið ljótt. Hann sá að þetta teamfight var búið. Já. Þannig að hann kom sér bara aftur tilbaka til liðsins svo þeir geti tekið annað teamfight sem fyrst. Já, þau hafa 20 sekundur, 15 sekundur, kemur út pop frá Pæja. Sjatt er út. Sjatteraður og hann á nú ekki mikið eftir hérna. GK hendur út Barrage en er slípaður. CMD nærlega Sario en það er allt mjög jafnt út. Mundi og Papaya taka GKR og Geila. Selir eru komnir í overtime, eru búin að vera í Franki overtime. rosa low. Franki er sá eini sem er á pointinu. Og þetta er bara game fyrir Tröll. Tröll taka hérna annað mappið sitt og eru komin 2-0 yfir í þessum leik. Ef að Selir vilja halda í vonuna að komast í úrslita viðregnina við á móti Bölum, þá þurfa þeir að taka hérna svakalegt reverse sweep á eftir. Þetta var svakalegt Chatter. Já. Þú tekur hérna ekki nóg með það, þú stoppir allan skaðan sem að gæti komið í gegnum hann að glugga. Heldur nærðu síðan, hvað, 3K líka? Þetta, hérna, hann Franki, var það ekki? Sem var að náðu þessu þarna, hann á hróskili fyrir þetta. Þetta var mjög flott hjá hann. Sýnist að Selir þurfa að velja 2CP og Tröll velja Attack og Defense. Já. Selir náttúrulega voru að tapa þessu mappi og fá þess vegna að velja næsta mapp. Það er einmitt 2CP. Og mér sýnist að hvorugt liðið vilja taka pásu. Þau ætla bara að keyra þetta í gang. Já. Og þá er bara í raun og veru bara spurning hvað Selir vilja velja sem til að hjálpa þeim að komast áfram. Og reyna að snúa þessu við. Já. Það eru engar pásur í kvöld, greinlega. Það eru allir búin að tæma blöðurnar. Já, sem er bara mjög gott. Engum er mál að gera númer 2 heldur. Og menn eru bara vel stendur í hann leik. En Selir eru búin að velja. Þeir ætla að taka Temple of Anubis. Þetta er map sem að eru miklar skipta skoðanir en það bæði er þetta 2CP map sem að flest eru hötuð innilega af Overwatch spilurum. Þú veist, ég held að það sé alveg máli að allir séu bara komið með ógeðslega leið á 2CP. Já, það er líklega dálítið þannig, en hérna Tröll ætla að taka defense, byrja á því, en hérna við samt, Gilleikur, við höfum dálítið gaman á Temple of Anubis, eða ekki? Jú, þetta er mjög skemmtileg map. Ég var ekki mikill aðdáandi af þessu mapi fyrst, en síðan segna mér þá byrjaði að hafa rosalega mikið gaman af þessu mapi. Já, þetta season hefur þetta map verið okkar sigurstranglegasta 2CP map. Akkurat. Það var ekki þannig seinasta season. Við reyndum að forðast þetta map alveg í dag. Síðan í raun og veru fengum við alltaf þegar við vorum svona æfingum hjá okkur, þá fengum við þetta map alveg að skuggalega oft og það er leiðindi að breyta svona okkur skoðun á þessu mappi. En við skulum sjá hvernig þeim finnst eða hvað þeir ætla að gera í þessu mappi. Já, við sjáum hvað þessi tvö lið gera við Temple of Anubis. Við sjáum hérna að Tröll ætla að byrja á defense eins og á hybrid og þetta er mjög góð taktík. Þeir eru ekkert einir þessa taktík að byrja á defense. Það er alltaf betra að mínu mati finnst mér, þú veist, að byrja á defense. Þá í raun og veru, þá nærðu ákveðna stjórn á leiknum ef þú defendar vel. Já, ég er hjartanlega samanlega. Ef þú ferð að defenda fyrst og hérna tekur hérna full hold eins og það er kallað og neitar andstæðinginum að fá einhverja fótfestu á fyrsta pointi, þá hérna ertu búin að taka mikla stjórn á leiknum og hversu mikið
þú þarft að vinna fyrir því að vinna mappið, sko. Já. En mér sýnist að selir, þeir alltaf vinna svolítið með dive, mér svona spes dive, alltaf Frankie alltaf að vera á Winston, Blitzett á Dífu, Gummi á Widow, GK á Föru, Gilli á Moiru og Lilsario á Mercy. Þetta er mjög áhugavert dive. Já, mjög áhugavert dive. Þess að einu dive-karakterinn eru bara, þú veist, helmingurinn á liðinu, svona í raun og veru. En hérna, Tröll eru með Winston Dífu, Widow Tracer og Lucio Önu, en Papaya fellur fljótt út. Papaya og Widow verður kannski ekki mikið nafntóður í fyrsta tímfæti, en það er hann dáinn. En það skiptir hann Frankie fellur hérna, gálgafrestur kemur í bakið á honum. Síðan ég fellur. Aumingja Blitzett er sofandi upp á hægrandinu fyrir aftan pointi. Gummi er bara uncontested hann uppi. En þau eru, Tröll eru mjög duglega að fela sig. Elsario komna á pointið. En Tröllin ætla nú ekki að leyfa þeim það. Kemur út sætt. Trölladráp fellur hins vegar. Og Egillar er fallinn, þannig að Tröll eru hérna á pointinu með enga supporta. En það skiptir það bara enga máli. Þeir eru bara hérna að taka út Frankie og nei, Mundi fellur hún þetta. Fellur frá, næri ekki alveg að sleppa. Þetta er náttúrulega líka, þú tekur eiginlega ekki 1v1 við Dífu sem Tracer, sko. Ekki svona head-on 1v1, allavega. CMD fellur hérna, Blitzett fór á eftir þessu killi og vann sér það inn, hreinlega. Við sjáum hérna Gumma ná svakalega. Kemur Nano á Ash. En kemur út Diva-bomb. En það er ekki að breyta neitt svakalega miklu. Því að selir eru búin að taka stjórnina hérna á pointinu og eru komin með tikk, 1,5. Mundi fellur, síðan D reynar að halda, gengur ekki alveg og GK er tekur út Papaya. Þetta var svolítið... Selir eru bara komin með fyrsta point með tæpar 5 mínútur eftir í bokkanum. Þetta var svolítið spes Nano hana, en náttúrulega sýnist það að þeir skiptu út uninni. Ég held að þetta var bara svona... Já, þetta verður bara til þess að reyna að fá eitthvað, sko. Þetta er mjög áhugavert að renna hérna. Núna eru Tröll komin á, sko, Lucio, Moiru. Það er ekki neinu með barrage. Já, þetta er svolítið svona... Með dive-töngum. Þetta er mjög áhugavert, en hérna... GKR er bara hérna í spánunu þeirra. Aumingja... Kemur Bob út. Hendur út Bobinu sínum og hörfar aftur inn í spán. Með lítið af valmöguleikum öðrum en að leyfa GKR bara að drepa sig. En það kemur þetta sambarrier frá Agli. En hann hérna Frankie er reiður af við og lemur alla fyrir fram að sig. Að reyna að ná öllum út af pointinu, dreifa þeim aðeins fyrir easy kills. Þeir eru að taka mjög mikið pláss á þessu pointu. CMD er komin aftur. En Elsario fellur, en það er raun og veru ekki nóg. Sjáum bara Frankie taka andstæðingsinn á Winstonunum út. Kemur út Diva-bomb, þá Blitzett, nær ekki neinum samt. En spjóð til pláss, það má segja það. Þarna kemur, GKR nær hérna Trölladráp með barraginu. Og Egillar er fallinn. Tröll eru á hallandi fæti hérna. Kemur út Diva-bomb, nær ekki neinum. Það er ekki mikill gálgafrestur í því. En þetta er nú samt, þeir eru að brenna ansi mikið á tíma, en selir ná þessu með 3-16. Ná þessu, áttu mjög góðan, voru mjög góði saman hana og mjög flott samstæða hjá þeim. Framtaksemi. Já, og byrjuðu bara í raun og veru að taka út Tröll svona eitt að einum og í raun og veru að láta þau neyða þau í að trykla inn. Já, þetta var bara selir vildu sjá Tröll koma einn af öðrum inn í hakkavélina sem að var árásarlið sela inn á pointinu. Þannig að, og þeim tókst það. Þetta var bara eins og matvinnsluvél inn á pointi fyrir Tröll. Því miður. En núna eiga Tröll leik á að taka takkrandið sitt og við sjáum að
bæði lið ætla greinilega að halda sig við dive, en Frankie Boxing er á Winston og Blitzett á Divinni. Gummi Coleman er á Widowmaker og GKR á föru. Gilli heldur sig við þessa Moiru sem hann tók hérna á seinna pointi og Lelsario er á Mercy. Já, hann var á henni áðan líka. Já. En þetta mjög áhugavert að liðinu er rosalega mikið að vinna bæði með dive. Þetta mjög áhugavert dive fyrst að náttúrulega þú með dive tanka, náttúrulega mér sýnist að tröll allar með double bubble dive. Já, double bubble dive, það er náttúrulega mundi þetta strax. Þetta gæti orðið þeim erfitt á móti förunni, af því að það er náttúrulega mjög gott að vera með dífu á móti föru. Einar er alltaf greinlega að fara á Brygg. Já, mjög áhugavert pick hérna hjá hann. Já, það er rosa spes val þarna, en við finnst vona það að þau nýta þetta bara rosa vel. Já, við sjáum hérna mjög góð bubble rotations hérna hjá tröllum. CMD er hérna að hoppa inn og fær Sario bubble og notar sinn skjöld ekki fyrir hann að þarf að hjálpa liðinu sínu í gegn. Og nú eru þau komin öll hérna vinstra megin og CMD hoppar inn, en hann hérna Frankie bara hoppaði í burtu eru bara taka út tröll eitt öðru, en Lelsario CMD nær Lelsario og Frankie er búinn að taka CMD til þess að hefna sín. Mundi er hann að einn á pointinu og óheppilega nær ekki að gera mikið áður hann að Blitzett og Gilli hjálpa stæði við að drepa hann. En við sjáum Papaya búinn að taka sér stöðu og poppar infrasætt. Sjá þess vegna allir liðsmenn sela í gegnum veggi. Gilli ætlaði út að tekið út strax áður hann að nær últinu sinni í gegn. Bara pössu upp á það að hann var ekki að fara að gera neitt. En Blitzett er búinn að taka munda, en þeir eru samt 3 undir þarna í selum á pointinu og gott betur en það. Hann Blitzett er neyddur til þess að hörfa ansi djúpt og kemst bara ekki á pointi til þess að snerta. Þau bara ná þessu og eiga cirka 5 mínútur til að ná næsta point. Mjög svipaðan tíma og Sailor voru með til þess að taka þetta point. Það er spurning hvort að þau ná að henda í sömu matvinnslu vélina hérna á point B og Sailor tókst, en þau fara hérna hægri og þetta er mjór gangur. Já. Kemur dífabóm út, en þetta var eitthvað skrítið. Þetta misti Dalton Marks, en Blitzett nær að mynda með Cole Mack. Nýbúið að buffa það. Já, ég er að fíla þetta buff. Þetta buff er svakalegt, sem off-tank-player sjálfur, þetta er frábært. Já, fyrir þá sem er ekki endilega að fylgjast með, þá fekk náttúrulega Cole Mackið hjá Dífu damage buff úr 50 damage upp í 250 damage. Já, og í raun og veru getur tekið út, getur drepið alla með Cole Mackinu nema Bastion, þar sem hann er líklegast eini sem er með meira en 250 líf. En þess að þetta er gaman að sketa, ef þú damage boostar Baby Dífu á meðan hún Cole Mack, þá gerir þetta 325 damage. Við vorum að testa það daginn. Já, svo ef þið ætla að Cole Mackin ykkar, verið með Mercy, damage boostið þetta kvikindi. Já. En á meðan við eyðum meðan tíma að tala um þetta, þá eru tröll komnir í annað bús hérna. Grafið er komið út og Blitzett er fastur í því, en þeir þurfa nú að passa sér alltaf á honum og leyfa honum ekki að fá hann að mekka, sko. Þeir eru hérna að taka plassið á pointinu og tröll ætla sér eiginlega bara að taka þetta. Og þeir ná þessu með 2 mínútur. Það eru 3 sekúndur. 3 sekúndar munur á liðum. Selir með örlítið lengri tíma. En það er spurning, náttúrulega. Við sáum hvernig þetta fór á Hybrid, á Kings Row. Þar voru Selir einmitt líka. Mjög öflugir á fyrsta attackroundinu sínu. Náðu betri tíma og náðu samt síðan ekki jafn góðum árangri í tímabankapússi. Þannig að við spyrjum að leikslakum hvort að tröll
skapi þetta clutch potential sem þeir voru með rétt áðan. Ready for battle. En Lidsett er hérna að tala bombuna sína. þetta var Það svolítið... segir hún hafi farið í sumarfrí. Já, þetta var svolítið spes bomba. Ég held að hann hafi bara... Attack bara ekki með henni. ekki miðað henni alveg nógu vel. Það gerist. Ég hef gert þetta líka. Ég held að allir sem hafi spilað dífu af einhverju viti hafi lent í óheppilegum dífubombum. Já, mér sýnist að Selir ætla að skrifa, að Gummi Coleman ætlar að spila S og Gekko ætlar að fara á Echo. En hann ég ætla að segja eitthvað. Ég bara man ekki það í flesta. Þetta Já, er mjög svolítið lítið mikið breytt. það sama. Já, að í raun og veru, ef Selir vilja fá pointið, þeir þurfa að halda þessu, bara full hold. Já, ef að Selir ná að full halda hérna, þá Eiga er mjög þetta mark sterkan orðið mjög auðvelt þeim. Eða töluvert auðveldara fyrir það að vinna. Skulum ekki segja mjög auðvelt, þetta er náttúrulega ekki auðvelt, sko. Nei, þetta er bara alls ekki auðvelt að komast hann í gegn, þetta er mjög... Og Mundi er kominn bara inn í baklanið. Já, já. Þetta er bara, þú mátt ekki líta af þessum manni, þá er hann bara kominn á þig. CMD fellur. Pæja fannst uncontested eins og yfirleitt, tröllega dráfsamt fellur. Og Mundi líka. Já, við sjáum nú samt Blitzett hoppa hann upp á hægræti, hann ætlar ekki að gefa honum þetta pláss. Og GKR er kominn til hans líka eftir að hafa drepið Munda. Og nú eru þeir komnir hérna þátti harkalega fram, en bakka nú samt eftir að hafa aðeins tekið tippfósuna, sko. Við erum með þetta point, þið megið ekki koma inn. Það var líklega það sem þeir voru svona að reyna að gefa þetta kynna þarna. Mundi er komin upp á hægranandi fyrir aftan þá. Það er spurning hvað hann ætlar að gera, hann er ekki með pulsebomb. En þeir eru búin að spotta hann út á það. Bögga Ashina, hann er að bögga Gumma Já, Coleman. hann er í Gumma og Gummi er mjög nálega. Og hann fellur þarna. Franky er mjög lár. Eiga bara 25 Og sekundur Lalsario fellur, Mundi nær honum líka. Papaya er fallin fyrir GKR. Það eru 2 point. Og GKR tekur hérna dífu dupliketið. Þeir þurfa að fara að snerta. Þeir eru konum með tikk. Kemur dífubomb. Já, tröllum. Kemur Það kemur annar annað dífubomb. dífubomb frá Echo. Áður en hann sleppir dífu dupliketinu. Hann er fallin hjá GKR. Og tröll eru bara að taka þetta. Reiður AB ætlar sér að henda öllum út af. Primal Raid hérna er að vinna heilmikla vinnu á meðan afgangun á liðinu næri points prósentuna. Og tröll hafa tryggt sér point A og hafa 30 sekundur til að komast sér yfir á point B. En þeir eru að snowballa hérna, þeir eru að ná exit killunum. Og hérna, Selir voru komnir ansi harkalega fram, en þeir fá hérna mennuna sína mjög hrætt tilbaka. Nanomonkey út, kemur bomb, nær Franky. Gálgafristi nær Franky. Er verið að resta, en yngur ekki upp. CMD er hérna mennanóið. Mundi er Íva fallin. 1v1 hérna, það er eyðilagt. Við sjáum hérna tröll er mögulega að fara að ná hérna báðum pointum í overtime pushi. Vilja ekki tapa þessu leik. Þeir ætla bara ekki að sjá neina aðra útkomu en að þeir vinni. Egil Ari þetta á mjög slæmum stað, fastur í Junkrat trappi og drepur Junkratinn með rallyið, sko. En nær ekki að lifa í gegnum kveðjugjöf hans hérna GKR. GKR er komin yfir á Doomfist, ætla sér greinilega að komast eins hratt aftur á pointið og mögulega getur. En hann er hérna eitthvað að berjast við Munda hérna í baklandinu, en Mundi bara Papaya tekur hann. Selir byrja að trekla rosalega mikið inn. Og Tröll Og það bara gengur með pointið. Þetta var bara... Fjögur stig hérna eftir 2 ránd. Og þá er Gálgafrestur bara- hendur bombunum til að fagna. Það er bara spurning Smá- hvað Selir ætla að gera ef þau vilja snúa þessu við. Selir þurfa náttúrulega að takast eitthvað sem að er mjög sjaldgæft sem að tröllum var reyndar að takast núna. Það er að taka bæði point á 5 mínútum. Við sjáum lið
við sjáum liðum sko mistakast það á 4 mínútum. Þannig að það er mikið til ætlast af jafnvel þó þetta séu 2 mjög góð lið að mikið til af mönnum ætlast að ná að taka bæði point hérna á 2 mínútum. Attackers incoming in 30 seconds. En mér sýnist að Selir þeir ætla að vinna bara mjög svipað, GK frá föru og Gummi komin á Widow. Og mér sýnist að bara Tröll sé ætla ekki bara að gera það sama, rönna bara einmitt. Þetta er mjög mikið bara sama dæmið þetta. Þeir eru bara sáttið við scene compositions og hafa fulla trú á því, en það er mikið spjalla. Það er kallað eftir pásu hérna og þeir hérna í Tröllum fá pásu. Það er bara spurning hvað tilvikið hvað er nákvæmlega að gerast, hvort þetta sé einhverjir tæknilegir orðuleikar. En það er verið að biðja 5 mínútur. Já, reglurnar pásur kveða það eru 5 mínútur max í pásu. Já. En það er ekki alveg á hreinu hvað veldur pásunni. Og þetta er eitthvað hjá Tröllum sem að þeir segjast þeirra rétt í. Já. Þannig að þetta virðist bara að vera að fara í gang. Og já, við erum konur aftur inn og hérna Selir ætla að halda útræður áfram. Þeir eru blóðþyrstir, ætla sér að taka þetta point, en það þurfa þeir þess ef þeir ætla að halda sér inn í þessum leik. En í raun og veru, ef Tröll ná að halda stoppa á hérna, þá eru þeir bara búin að vinna 3-0. Og það væri... En Gummi Kólmann tekur mynda, gott opna CMD kill og CMD fallin líka. Selir eru að skapa sér mjög góða stöðu þetta. Blitzett er þetta fallin út og úr mekkanum og Franki er dáinn. En Franki... En kemur res. Lelsari með svakalega dress hérna á pointinu. Gummi er komið með side, með infraside strax. Og CMD er komin aftur. Og við sjáum hvað þeir gera í því. Gálgafresturinn fallin og CMD tekur killa. Papaya tekur GKR. Við sjáum þetta Gummi að koma að taka CMD aftur. Hann er bara látin í friði. Það er í raun og veru ekki fakt sem... Dálítið slæmri aðstöðu þarna. Og já, Gummi Kólmann hann upp á... Þeir náttúrulega geta ekki farið í hann. Þá gefa þeir mikið pláss á pointinu. En Franki er að henda mönnum hægri vinstri. Það er spurning hversu mikið healing hann er með. Eiginlega sko ekki nóg. Kemur CMT, kemur út brak, gerir ekki neitt. Hann nær engum í baransinu. Gálgafrestur er að taka Franki Böksing og GKR út. Það var 25 sekundur til að ná einu tiki og point B. Já, 25 sekundur til að ná point A, þessi eina tiki. Já, og síðan fáið 30 sekundur. Til að komast inn á point B. Þetta bara, núna er að duga eða drepa. 10 sekundur. Og við sjáum Gilla CMD fellur, kemur Bob út. Þeir þurfa að vera snert á pointi núna, en Bob er á pointinu. Þetta gerir þeim ekki auðvelt fyrir. Gálgafrestur er Gummi Kólmann og Lelsari er Dífubombi frá Gálgafresti. Nær ekki Gilla, en Gálgafrestur tekur Gilla hins vegar. Lelsari er Gilla og þeir eru konum með pointið og þeir eru á leiðinni inn á point B. En Tröll eru þarna með allt liðið sitt. Engin exit kill í selum í vil og þetta verður mjög erfitt. CMD er farin beint upp í að bugga stíunum Gumma og þetta eru 10 sekundur sem þeir kemur út Dífabomb og beintinn nær engum. Ótrúlegt en satt, það feldur sig allir CMD og það er allir á Franki með Primal Age'ið. CMD er að bara klína liðið upp. Á meðan Franki er þarna að reyna að ná killum í baklandinu þeirra, þá var CMD. Og þetta er, nei, kemur Blitzett
upp úr þurru á seinustu sekundinni. En hann næri nú voðalega litlu með því held ég. Þeir bara Þetta falla er einar bara af öðrum komið og þetta er tröllum í bara vil. búið. 3-0 fyrir tröll. Og tröll bara sýndu svakalega Play of the game. yfir burði í þessum leiki í kvöld. Og þó að Selir hafi spilað svakalega vel, þá kom hérna allt fyrir ekki og Þá, sem þá sagt, eru munum tröll við opinberlega á leiðinni í hérna úrslitin fyrir eru fyrsta opinberlega eða leiðinni í annað úrslitin sko. á móti böðlum. Þannig Það að eru alveg Tröll- rosa skemmtileg leikur. tröll eru búin að tryggja sér í versta falli annarsæti Já. og það var bara eftir að sjást hvort að þeim takist að sigra Böðla aftur. Já. Böðla er En- náttúrulega hrikalega sterkt lið og Mhm. hafa verið Mhm. meðlimir þeirra hafa verið okkar fulltrúar í heimsmeistarakeppninni í Overwatch. Já. Og hafa Náðu meðal ekki annars þeir hafa nú meðal annars unnið írska landsliðið ef ég man rétt. Já, ég held að þau bara Ja. Evrópumisturar, var það ekki rétt? Þeir allavega stóðu sig ágætlega. GKR er að koma hins vegar í viðtal hjá okkur fyrir hönd Sela. Já. Hann er mættur inn. Halló, Góða, Góða kvöldið. góða kvöldi. Herðu, segiru. Ég er bara fín, sko. já, þið náttúrulega náðu ekki að merja sigur í þessum leik þrátt fyrir hetjulega baráttu. Hvernig er líðanin á mönnum eftir þetta? Hún er ok, sko. Ég meina, við erum heldur nýjasta liðið í keppninni og þú veist, það er eiginlega bara magnað hvað okkur er búið að ganga vel, sko. Svo er á morgun á móti atgerum upp á 3. sæti og við ætlum bara að taka það. Það væri sikkan á 3. sætinu sem nýtt lið, sko. Það er ekki bara, Akkurat. þannig að það þú veist væri svakalega flott. að leiðilegt að tapa en frekar sexy að koma svona langt, sko. Já, topp 4, það er nú ekkert. Það er Það bara fjórir rosa ekki til þess að snýta sér í, sko. Já, einmitt, við ætlum ekki að snýta okkur í það. Nei. Þannig að þið eru bara búin að sýna ykkur og sanna ykkur Yes. hvað nýjasta liðið í deildinni að vera komnir í topp 4 baráttuna. Já. Og svona, er eitthvað sem að stendur upp úr í leiknum í kvöld? Eitthvað svona, eitthvað hjá ykkur svona? Bara kvöldið fyrir leikin var frekar skemmtilegt, sko. Við tókum ekkert warm-up spil eða neitt, við vorum bara að horfa á fundi myndbönd og chilla og eitthvað svona, bara væpa mjög mikið og spjalla saman. Það var actually bara svona nokkuð wholesome svona undirbúningurinn fyrir þennan leik. Þannig að og við lendum í því, sko, í seinasta leik að við eiginlega ofspilum fyrir leikinn og það ruglaði svolítið í ykkur. Það getur verið erfitt þegar maður svona búmar sjálfan sig einhvern veginn á því að spila of mikið fyrir leik. Þannig að þið tókuð bara rólega í kvöld og komuð bara svona ferskir og andlega endurnarðir inn í leikinn. Já, þannig að þú veist, þannig að þó við töpum þá er samt alveg góð stemmingu. Þetta er fólk bara sagt að tapa en að sama skapi frekar næs, sko. Þetta er bara vinir mínir og við erum allir vinir og það stendur mikið upp úr í kvöld, sko. Svona að gera þetta. Bara möst. Þetta hittir mig það sem ég á heima, sko. Já, er það málið? Algjörlega, já. Áttu heima í hjartanu, eða? Já, heima í hjartanu. Þetta er bara, þú ert bara að lýsa stemmingunni hjá okkur gillingur í Berserkjum, sko. Ég fíla það. Þú varst að... Já, klárað þú þitt bara, ekki vera pælinir. Já, þú varst að taka þarna föruna þarna. Jú. Varst nú ansi harkalegur á tröllum þarna bæði á Kings Row og síðan líka á Temple of Anubis. Já, Farra er bara algjör núbba hetja. Þú velur hana og allt henni vinnur allt. Þetta er bara fáralegt, sko. Þessi hetja. Það er bara þannig. Ég æfði hana í svona 2 daga þegar ég var að levela upp account, Smurf account, skilur, í Quick Play. Og svo fer ég bara á förru á móti böðlum eða tröll og það er bara eitthvað svona, já, við vinnum punktana þar sem við notum förru. En þú veist, að sama skapi, skilur, svo bara vel spila á þeim að countera það, en þessi karakter
hún er að lúmsvindl, sko. Þú þarft að vera mjög gott lið til að countera Förru almennilega, sko. Það er svona. Þannig að ég segi þetta sé algjör núbba hetja, þannig að ég vil ekki fá ómikið kredit fyrir að ef ég gerði eitthvað vel á henni, en... Nei, ég meina, en bara að sjá þig fara þarna, í einhver sturlað, sko, close barrage, komast lífs af, að þetta er alveg svona fara, ítur á kú, þú ert dauður. Já, það er svolítið þannig, sko. Ég er ekki einu sinni það góður á henni, sko. Það er svona að segja, þetta er svona smá núbba hetja, sko. Maður þarf að, veist þess að ef Gummi Coleman er að hitta vel á Widow, þá veistu að hann er búinn að vera að æfa sig með einhver gaming gleru heimi á sig bara eða öllum tímanum í að hitta haus. Þannig að þú veist, það er MVP dæmi, sko, allir sem er að leggja vinnu í þetta. Hann var reyndar líka, má alveg call out Gumma á þessari Widow, sérstaklega á Anubis. Já. Frífarmandi hægri vinstri á attack-roundin ykkar. Jú. Og náttúrulega þeir voru bara ekki með plássi til þess að fara á hann. Einmitt. En er Giljagur var með einhverja pælingu. Ég ætla bara að spyrja, hvern myndið þú kalla í hinu liðinu einhver sem þú MVP og það sem var að valda ykkur mestu svona... Ég sko myndi segja að væri CMD, það er svona helsti styrkleiki liðsins er CMD. Ég held að ef það væri einhver annar tank en CMD-ana, það væri hlutir allt öðruvísi. DPS-anir eru mjög góðir, sko, mér fannst Papaya vera að standa sig vel, en að sama skapi ég held að þeir gerir sér ekki grein fyrir hvað hann gerir mikið, og ef þeir gerir sér grein fyrir það bara flotti þeim, sko, en CMD fær allt kredit, sko, og þú getur spurt önnur lið, það er mjög mikið CMD, sko. Algjörlega. Þetta var mjög vel spilað hjá CMD. En Mundi náttúrulega þátti í baklæðinu á treysetum. Já, Mundi góður, en CMD býr til leikvöllin fyrir Munda, ef að má orða það þannig. Mjög mikið, sko. En Mundi er góður og Mundi veit að mér finnst það góður, sko. En þarna fær CMD bara krediti. Já, en það er náttúrulega líka, þú þarft að vera með mjög góða tanka til þess að búa til pláss fyrir svona DPS-spil. Já. Það er alveg sérst hjá bestu liðunum og svoleiðis að það er yfirleitt eitthvað sem þau öll sameiginlegt, það eru tankar sem búa til mikið pláss. Einmitt, það er bara, þetta er svo áhvert út af því að hann fer inn og maður reynir alveg að fókusa hann og drepa hann, en að sama skapi er hann frekar góður í að koma sér út rétt á annan deyr og hann tekur mikið resources og það er svona það sem góðir tankar gera. Þeir eiginlega beita út resources frá liðinu og svo eru aðrir sem að koma að klára. Já. En mér finnst hann standa sig mjög vel. Þeir stóðu sig allir bara mjög vel, sko. Já. Þetta var mjög skemmtilegt að horfa á. Þetta var mjög close leikur. Þið voruð að ná þarna attack-roundum sem að þið kláruðu með meiri tíma heldur en Tröll. Já. Að það var eins og það væri bara einhver svakalegur clutch-faktor hjá þeim. Einmitt. Ég held sko bara styrkleiki hjá Tröll. Þeir eru búin að spila mjög lengi saman. Það nokkra hana sem hafa spilað saman í 5 eða 7 ára eða eitthvað, ég veit ekki lengur, sko. Okay. Og þeir eru með svolítið komp sem að þeir vilja spila. Þeir eru vala með það svolítið bara nellt niður á meðan við erum það nýtt lið að við erum ennþá að reyna að skilja hvað það er sem við viljum spila, sko. Og það hefur kannski haldið okkur mest aftur. Svakalega góður árangur miðað við það og bara hamingjóskur skilið. En ég vil fá samt að spyrja eina lauflétta spurningu áður við leikum þessu. Ertu búinn að fara upp á gosinu? Herru, ég myndi segja að þessi leikur hafi verið gosi, sko. Ok. Þetta var volcanic eruption hérna. Já, og ég mæli með allir horfi á okkur á morgun og líka horfi á Böðla Tröll, en við erum Selir að fara að spila mútið Atgerum. Ég held að það hafi verið geggjaði leikur og svo eru Tröll var að spila á móti Böðlum og ég held að það verið geggjaði leikur líka. Já, heldur betur. 2 leikir á morgun sem engin Overwatch aðdáðandi á Íslandi ætti að láta sér missa af. Já, staðreind. Og líka CS aðdáðandi. Ef þú CS aðdáðandi og ert að horfa, ekki missa af þessu heldur. Nei, ég meina bara, ef þú fílar skotleiki og ef þú fílar liðsleiki, fylgstu með á morgun. Þetta verður veisla. Sturlu staðreind. Sturlu staðreind. Vill það staðreind fyrir okkur á lokum?
Ég er setja með, menn á spott. sko, ég er með skjöl sem að ég hef verið að geyma, sko. Margar sturlaðar staðreyndir, sko. Ég veit ekki hvort ég opna þá skúffu. Ég segi bara, almenni bikarinn 3, ef að verður ekki, við ætlum að koma velunum í hann, við ætlum að koma honum í fréttinar, við ætlum að koma honum í sal með áhörendur og almenni 3 mun sigra COVID-19. Þannig að ef að allir setja sín egg í almenni bikarinn 3, þá munum við sigra COVID-19 og taka yfir íslenska rafíþróttasenu. Gekkja, það er gekkja að heyra. Þið heyrðu það fyrst hérna, þumar herrar, GKR með preachið. Let's go! Allir að hæpa almenna bikarinn og COVID er farið. Takk æðislega fyrir að kasta og takk fyrir spjallið. Minnsta máli. Takk fyrir í kvöld, GKR, og gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir, sjáumsmeistarar. Sjáumst. Við ætlum að fá trölladráp og gálgafrest í viðtal. Hvað segið þið, drengir? Til hamingju með sigurinn. Já. Hvernig er þið? Já, Er bara spennufall á mönnum, eða? Já, bara svona, sko. Góðu leikur, sko. Já, bara gutti chili, heyrðist ég. Já, þetta var bara fínt, sko. Já. Það er ágætt. Eru þið spenntir fyrir leiknum á morgun? Já. Já, það verður eitthvað. Þið eru náttúrulega búin að sanna það að þið getið unnið Böðla. Já. Eru með það á rekordinu að hafa unnið Böðla. Og miðað við season standings, eina liðið sem er búið að takast það. Já, ok. Kemur í ljósmótið náðum við aftur. Já, en ég myndi eiginlega veðja á það, ef það er eitthvað lið sem getur það, þá eru það þið. Já, greinilega. Þannig að þetta verður hörkuleikur á morgun. Þetta verður hörkuleikur. En svo við einbyttum okkar á leiknum sem að þið voruð að spila. Já. Svona, er eitthvað sem að stendur sérstaklega upp úr? Þeir skemmtilegt að sjá það að gera þetta dive hérna með Moirinu og svona. Já, akkurat. Það var svolítið öðruvísi með það sem ég vanur að sjá. Já. Já, ekki frá þeim, við vorum ekki að búast þessu sérstaklega frá þeim, held ég, sko, ég veit það ekki. Nei, líka bara dive með Moiru. Ég er náttúrulega neðri-deildar plebbi, en ekki eitthvað sem ég vanur að sjá. Það er mjög sterkt á móti förru, sko. Rosa öflugt. Mjög sterkt á móti förru, þegar þú geta þær í rauninni bara... Já, líka erfitt fyrir okkur að dæða eitthvað neitt, sko, þeir eru náttúrulega með Moiru dífu og eitthvað svona. Já, þetta er í rauninni svona anti-dive, anti-fara komposition. Í rauninni. Þegar Moiran sleppur út leiðunni diveð og þeir eru með í rauninni 3. DPS-in á móti förunni út af reachinu hjá Moiru. Já, svolítið. Og ef Moiran nota coalescence sitt rétt, þá stekkur hún svolítið á fara mercy kombóinu. Já. Og þess vegna er þetta svolítið sterkt, en við þurftum bara rétt call að taka Moiru þegar hún er búið með stöffið sitt. Já. Klikkuðu svolítið á því þarna fyrst, sko. Veit hvað það heitir. Klikkuðu því í svona 5 mínútur, en svo kom það. Já, þið voru líka, ég má segja, clutch potentialið hjá okkur, alveg on point. Þið voruð að klára fyrstu round í möppum, bæði Kings Row og Temple of Anubis með minni tíma heldur en Selir, en ná samt að klára mappið með meiri yfirbörðum. Jú, við stólum svolítið á það að geta gefið skemmtilegt stream fyrir alla að horfa á. Það er einmitt það sem við vorum að reyna. Þannig við reynum þetta þá. Þetta var einmitt ógeðslega gaman að horfa og var bara, þú veist, heiður að fá að kasta þessu. Þetta var mjög skemmtilega leikir að horfa. Sko. Það er líka vanir menn, sko. Vanir menn. Höldum höfðinu uppi, sko. Já. Við erum náttúrulega keftum á móti sum af þessum sem er hérna úr Böðlum eða hvað er heitað hérna á morgun? Böðlar eru þeir að kemur á Bölvin eða Böðlar? Böðlar, já. Við keftum nú á móti þeim nokkrum 2017, sko. Já. Í Íslandsmótinu. Þá. Þannig að þetta er svona rævalvið að kalla það. Gamla Íslandsmótið. Já, eldgamla, sko. Það eru svona gamla skólanum, sko. Við erum svona boomer spilarar hérna nokkuð, sko. Akkurat. En þið eruð að sanna það að þið alveg erindi í þetta.
Boomer eða ekki, sko. Nákvæmlega. Vil ég greinlega taka titilin af böðlum, það bara þannig. Já. Heldur betur. Boomer but not boomed. Já, akkurat, sko. Þetta allt bara fucking mindset. Já, þetta allt í mindsetinu, sko. En þetta mun allt komið í ljós á morgun. Já, þetta verður rosa spennandi. Já, það er þetta að vona það. Finnst það leiðilegt að vera að spila, sko. Þá get ég ekki bara að chilla á helganum og horta á leiki. Já, það er svona eiginlega eina vonda við að þú getur ekki hort á leik sem þú spila sjálfur. Já, fyrir eftir á. Já, fyrir eftir á. Akkurat. Vakna bara daginn eftir á sunnudeginum og bara svona chillandi upp í sófa upp í rúmi eða hvernig svo allar orður var þetta. Akkurat. Já, nákvæmlega. En hvern myndi þið kalla MVP og í hinu liðinu og svo sem var að svona valda ykkur mest með svona vandræði? Ekki bara Moiran hjá þeim, sko. Það er svona voða böggandi, sko. Já, ég veit ekki. Gilli hann á Moirinni. Kombo hjá þeim að hoppa svona á mig. Þannig að það er enda að vera annan að alltaf hoppa á mann. Já. En Egill stóð sér vel í að vera brygg. Já, passa upp á þig, þarna í hílunum sinn. Ég sá einmitt þarna á Anubis þegar Gilli var að últa á Moirinni og síðan gefur bara stoppar hana á brygg, sko. Já, akkurat. Nýbyrja að kasta þessu og síðan bara gleymt. Já, hann náði valla að klára voice-lineið, sko, áður hann að hann var bara farinn. En MVP hjá okkur var klálega trölladráp, sko. Hann er aðalmaðurinn. Já, Það gleymist ofta að tala hvað Siendi er góður, sko. Já. Siendi náttúrulega getur ekki gert neitt nema ég sé að híla hann, sko. Þú vilt meina það sé verið að svona... Já, ég er alltaf bara að rífa úr hárið á mér af því að Siendi er að gera einhverja vítasinn, sko. En hann er drullu góður þegar hann kemst í gírinn, sko. Hann er alveg bara örugglega best á landinu í þessu, sko. Hann er alveg rosalegur. Sökðu. En hann má ekki gleyma þessu, sko. Ég var að horfa á hann spila og hugsaði hvað ég myndi ekki vilja mæta honum á mínu róli, sko. Já, hittir CND á laddernum, sko, þá lífar þau bara að vera á mótið þér. Já, það er bara ekki sen, sko. Ég er náttúrulega aldrei að fara að komast nú hátt upp til þess að fara að taka leikja mótið CND. Ég ætla alltaf að halda Það er lélegt mindset. Já, tími og smá fókus með. Ég bara minnst fínt að vera bara niður í plant. Já, ég get sagt þér að það er eiginlega bara hundleiðilegt að spila high ranked Overwatch. Já, þú verður bara reiður og leiðilegur og það er allir hinir reiðir og leiðilegir. Já, það getur verið. Er ekki mikið skemmtilegra að spila þetta svona? Þetta er miklu skemmtilegra, sko. Þetta er bara hundleiðilegt, sko. Það er miklu skemmtilegra að skrimma og svæðist og fanga hjá okkur. Þetta gaf mér alveg bara svona aðra sýn á Overwatch. Já, þetta er Overwatch, sko. Þetta er það sem þeir vildu gera sem Overwatch. Laddirinn er bara eitthvað bull. Ég meina, sko, ég geti farið út í sko miklar umræður það hvernig verður að breyta laddirinu til þess að neyða fólk hreinlega til að spila Overwatch eins og á að spila það. En við höfum náttúrulega ekki alla nótt í þetta. Nú, akkur ekki. Þannig að ég held að við þurfum allir svona að fara að sofa einhver tíman í kvöld og svona, en við kannski bara hittist í Overwatch Ísland og ræðum þetta eitthvað við tækifæri. Já, það er alltaf nógu tími til að ræða þetta. Já, ræðum þetta community night eða eitthvað. Akkurat. En Giljagur er með spurningu sem að hann er að skjóta á flesta. Já, ég er að spyrja eins og marga og ég geta þessu, en eru þið búin að labba upp á gósinu? Nei. Akkur ekki? Gaman að vera heim í tölvunni, sko, ég nenni ekki að fara út. Já, maður getur að fara á YouTube-ið og horta á þetta þar og svo er líka svo gott að fara á önnur fjöll núna því að það er allir að labba gósinu. Já, minna fyrir það. Þetta er einhvern mjög smart, sko. Ég er þarna líka, sko. Já, þetta er líka... Það er að býja í röð til að sjá eitthvað, heitan stein eitthvað, ég veit ekki. Já, ég myndist líka á það við annarkvort böðla eða atgerð, ég man ekki hvort það var. En ég sagði bara að þetta er líka mjög mikið það að þú ert að sjá þetta út allt á netinu. Það er alveg fyrir fólki bara svona, hei, sjáu mig, ég var að fara að sjá gósið, skilur, bara svona, já, takk fyrir að eyðileggja þetta fyrir mér. Já. Þetta er svolítið mikið þannig, sko. Já. Það er líka voða fínt að geta fara bara á Google Images og googla bara Volcano eða eitthvað.
Já, þú Já, veist þá getur þú hort á öll volkanóin sem hafa verið til, sko. Og það eru þokkalega mörg sem hafa nást mynd af. True. Annað en fólk heldur, sko. Það eru margir sem segja að það sé ekkert saklega marga myndir af eldgosum. Það er alveg fullt. Einhverju sem halda að það sé ekki til, sko. Það er alveg fullt. En þú ferð á Google Images, þar eru þau bara öll þarna upplögð. Já. Það er bara fullt af eldfjöllum bara virk. Bara í dag, bara út allan heim, sko. Já. Þú getur hort á YouTube. Alls konar YouTube stöðvar með alls konar volkanós út allt. Ertu að tala um á online-inu, eða? Já, online-inu, eða þú fyrir á YouTube, Jóð, ég man ekki hvernig... Ég held ég veit ekki hvað það er. En það er allavega fullt af volkanós. Já. Ég var farin að fá tilfinningu fyrir því af hverju hérna þið völduðu nafnið Tröll. Eina góðsinn sem ég fer upp að það er þegar ég opna ísskápinn minn. Nákvæmlega. Ég læt svo sem sjálfur sigur djöfulinn vera, sko. Já, ég meina... Og jafnvel gerfisigur, sko. Já, gerfisigur. Já, en hans er hættulegur, sko. Ég fæ mér oftast bara hvítan monster og ég stoppa þar, sko. Ok. Já, einn góður Monni frændi. Einn góður hvítan monster á mótnara. Það heldur skapinn í lag. Já, ég og Guttix hérna, við erum alltaf að reyna að koma einhver svona slang í gang og fyrir þá sem eru að horfa, monster heitir ekki lengur monster. Að Monni frændi, við skulum hafa það á hreinu. Monni frændi. Monni frændi. Allir skell ykkur einn ískalda Monni frændi á morgun. Litli Monni frændin. Já. Við erum að tala saman, þetta er málið. Já. Það er nefnilega svo gott við þennan hvíta monster, sko, að þú tekur fyrsta sippið. Já. Ég veit ekki eins og hvort það sé gott, sko, en fyrsta sippið er eitthvað með, þú veist, maður sækist alltaf aftur í það. Já. Maður kemst aldrei nákvæmlega þangað, það er voða erfitt að komast í þetta fyrsta sipp sem þú færð. Þú ert alltaf að leita þessu aftur rushinu sem þú færð. Það fær gríðalegt rush. Og maður er alltaf að leitast aftur eftir því og ég veit ekki, maður er ekkert... Já, ég skilði því. Maður er ekkert sérstaklega, sko. Ég gleymi aldrei, ég var á John Deere, traktornum mínum. Hopp upp einum, og þamban. Lóan er komin. Það er rosa gott. Lóan er komin. Upp morguninn, þetta var viðbjörnslegt, sko. Ok. Það er svakalegt. Ég bara kemst aldrei aftur í þetta, sko. Þetta hljómar þessu upplifun. Kannski prófar að fara að labba upp á öll hinfjöllin sem að fólki er ekki á núna. Já. Hvítan Monna með þér. Já. Svo bara komin upp á toppinn. Akkúrat. Horfir yfir. Akkúrat. Ég held þú sért á leiðin að finna eitthvað, sko. Þá ertu komin langt leiðina í sama fílingin, held ég. Já. Maður gerir það kannski, þegar maður fer á móskarsnjúka, ég gerir það stundum. Fer þangað upp. Kannski nær maður sólarupprás ef hún kemur einhvern tímann aftur á Ísland. Já, þetta er eitthvað, ég gerir þetta. Hvar eru þeir? Þú kompar í þetta og hérna... Þeir eru þess að allir þessi ekki austast á Esjunni, móskarsnjúkar. Ok. Mjög fallegt, stutt frá. Ok. Svakalega erfitt. Ég kíkja á þetta, ég kannski kíkja á þetta á netinu. Ég get alveg mælt með því, sko. Já. Ok. Google Images ættu að vera með skemmtilega myndir á þessu, fyrir þá sem nenni ekki að labba. Já. Ok. Alltaf gaman að fara á Google Images. Sett þetta á widescreen og Monni frændi heim í stofu. Sumir eru með svona sýndarraunveruleika gleru. Og það er hægt að fara í Google Images og velja svona labbikall. Og þá getur maður að labba með Google Images í sýndarveruleika gleruunum. Já, ég er að kíkja á þetta núna, þetta er æðislegt. En heyrðu, bara gangi ykkur vel í leiknum á morgun. Já, takk fyrir það. Takk ykkur innilega fyrir þá. Svo vakalegu leikur. Já. Til hamingju aftur með sigurinn í kvöld. Og bara takk fyrir að þylju í leiknum, þetta var mjög flott svona. Ekki málið, þið bara hendið okkur línu að þetta var eitthvað slæmt. Gerið það. Horfa á þetta bara eftir, þetta var örugglega geggjað bara. Ég varst ekki að það. Já, við gerum þetta á smá mistök en þið hendið okkur línu bara setna mér með það. Já, ég skrifið ykkur þetta. Það er bara að láta við vita, við erum alltaf að reyna að bæta okkur. Er þið með eitthvað e-mail adress eða eitthvað svona sem ég get... Nei, það er þetta að finna okkur inn í skjálinu. Við bara aðstu okkur á Ballnet og það er ekki bara vonum við honum þetta. Já. Ok, takk fyrir, bye. Jæja, svo þetta er bara búið. Þetta var svakalegt kvöld. Ég er búinn að vera hérna síðan klukkan 6. Kasta báðin standa vaktina hérna harkalega. Já, þetta er búið að vera svakalegt.
Það eru Og- leikir sem að ekki má missa af á morgun. Nei, það Annað er kvöld. sem sagt, við ætlum að byrja á því, laugardaginn 24. verður Selir á móti Atgerum klukkan 6. 18:00 og Böðlar versus Tröll taka baráttunum fyrsta sætið klukkan 20:30. Eða hálf níu fyrir þá sem vilja nota þannig reikningin. Já. Þannig að við erum að fara að fá úrslitin efstu 4 sætin í efri deild annarra byggarsins annað kvöld klukkan 6:30. Og mér skilst að það verður næstu helgi, þá verður farið yfir útslátt og úrslit neðri deildar. Já, við hlökkum mikið til, en það er mjög líklegt að við séum sjálfir Já, útþekki. á eftir að koma alla Eftir að koma tölur. botn í þetta. Já, eftir að koma botn í þetta, við fáum ábyggilega að vita botnin í kvöld eða á morgun. Það kemur allt í ljós og bara ekki missa þessum leikjum á morgun. Ef þið hafið minnsta áhuga á fyrstu persónu skotökum eða Overwatch eða Counter-Strike eða hvað það er sem þið spilið, fylgistu með. Já, þetta algjörlega. verður sögulegt. Þá bara Og vill ég innilega þakka fyrir mig og eyða bara mjög mikill minn heiður að fá að eyða þessu yndislega kvöldi með ykkur. ég ætla að þakka fyrir mig. Já, gott að fá þig í seinni. Ég vil þakka Wi-Fi fyrir að kasta með mér hana aðan. Calla út legendi sem að er gríleikur. Já, ok, rólega. Making me blush. Það er bara klapp. Já, takk. En það er ekkert í raun og þetta væri ekki hægt án, þú veist, mótstjórnar, sko. Það er bara þannig. Já, mótsettin er náttúrulega að standa sér svakalega vel. Þeir eru bara allir Legends, MVP, það er bara þannig. Styðjum Allir almenna byggarinn. Styðjum almenna byggarinn. Æðum þessu kjaftaði. Styðjum almenna byggarinn. Komið þessu út. Og- Póster Ef- svona. Póster svona. Og líka, ef þið viljið heyra okkur röfla meira yfir óvótsleikum, haldið áfram að styðja almenna byggarinn. Já. Þannig að við komum aftur. Alveg póstitt. Takk fyrir okkur í kvöld. Takk æðislega fyrir. Og bara góða